Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 22. nóvember. Það aðeins 8 dagar sem að lifa af kosningabaráttunni. Við göngum að kjörborðinu 30. nóvember. Og það allt á suðupunkti í pólitíkinni en líka á Reykjanesinu. Gosin ger ekki öll boða undan sér. Það sáum við á miðvikudagskvöldið og hraunið það rann af geysi miklu afli yfir bílastæðið á Bláa lóninu. Margir höfðu áhyggjur af því að þarna geti farið mun verr en nú stefnir í, en þetta sannarlega stór viðburður. 10. gosið akkurat á þessu svæði síðan 2021. Við ætlum hins vegar að fara yfir nýjustu tölurnar. Það margt spennandi að sjá þar og hingað kominn engin annar en Andrés Magnússon, kollegi minn, og hann ætlar að greina þetta fyrir okkur. Velkomin, Andrés. Sæll blessaður. Ég ennþá bara hugfangin að þessari stórkostlegu mynd af bílastæðinu Bláa lóninu. Þetta svakaleg fréttamynd. Já, bara eindrilega og reyndar líka sem var maður að hrósa Vegagerðinni fyrir að merkja þetta svona vel eða skyldi hafa verið fram hjá einhverjum að þetta sé athyglisverður staður. Já, mjög. Eldgos þá vantarlega frekar bílastæði. Ég hugsa það. Þetta mynd sem tekin á Eggerti Jóhannesinni, snillingi hérna ámókanum sem tekur margar magnaðar fréttamyndir ári hverju. En þetta eru rosalegir atburðir. Við erum einhvern veginn farin að daufheyrast gagnvart þessu. Það bara eitt gosið og lífið heldur áfram. Já, ég meina, þú veist, vinur minn sagði dóttur sinni þau tíðindi þarna kvöldið að það væri að fara að gjósa og hún bara bandaði frá sér hendina og snýra svo hina. Já, fór í PlayStation eða eitthvað? Já, bara hafði ekki heyrt neitt óspennandi, sko. Þá það mannanverk. Skoðanakannanir, prósent hefur verið að taka saman tölu fyrir okkur. Já. Það eru tíðindi í könnun þessari viku. Það eru tíðindi í öllum þessum könnunum vegna þess að það náttúrulega greinlegt að það töluvert fylgi á hreyfingu. Eins og ég hef nefnt hérna áður, þá ýmsar vísbendingur að það séu margir óráðnir líka. Það hefur sín áhrif, vissulega. En þarna, sem sagt, í þessari könnun prósents síðustu fyrir okkur, þá það tíðindin felast í því að samfylkingin að falla þarna allverulega. Eins og ég sjáðu að hún að fara þarna niður í 18,3%, var sko áður í 23%. Á sama tíma að þá Viðreisn, hún sýnist vera áfram að hækka, ég veit ekki hvað mikið að marka það. Allavega heldur í horfinu. Hún heldur í horfinu og það sem meir að sko, þó svo að samfylkingin hafi fallið þetta, samkvæmt þessum tölum, þá ekki marktækur munur á Viðreisn og samfylkingu. Það þarf ekki mikið að gerast til þess að fara að verða marktækt? Nei, sko, ef þetta héldi áfram svona, þá væri það þannig. Við sjáum líka þarna að Miðflokkurinn, hann fellur aðeins, og það hérna svona nánast marktækt, en ég veit að svo gleðjast Pírata mikið yfir að þeir stökkvi þarna upp nánast tvöfaldi fylgi milli vikna. Þeir hafa nú dálítið verið eins og á trampolínu. Já, og það reyndar sko talar svolítið inn í vandan við þessar kannanir og áreiðanleika þeirra. Það ýmsar vísbendingur það að Píratar hafi verið vanmældir í síðustu viku hjá prósent. Svo núna koma þessar tölur. Hver að segja að það sé ekki ofmæling núna, að þeir séu bara áfram sko, á þeim stað sem þeir hafa verið, bara rétt 5%. Mig grunar að það sé nú raunin svolítið mikið yfir línuna, að við erum að sjá einmitt, það gerist eitthvað hjá samfylkingu, það væntanlega þessi vandamáli kringum Þór Snæ, svo hefur við eftir að sjá hvort að þeir bæti fyrir þau brot sín. En vandinn kannski ekki síður þó sjá að við erum bara að sjá tölur frá maskinu og okkur hefur borist njósn af tölum frá Gallup og við vitum sem að það er verið að sýna mjög svipaðar hneigðir þar hvað Viðreisn varðar, hvað samfylkinguna varðar, en samt sem áður það nokkur munur þarna á ýmsu. Við sjáum það til dæmis að Sjálfstæðisflokkurinn, hann að mælast hér með 11,5%. Það getur ekki orðið mikið lægra hjá Sjálfstæðisflokknum, en við vitum það. Af hverju segirðu það? Nei, ég meina, þú veist, miðað við hérna... Þú sagði það líka í 18%? Já. Og 15%? Ertu að herma þetta allt upp á mig? Já, þetta allt þér að kenna. Já, ok, en þá best að ég takki það á mig. Nei, en punkturinn hjá mér sá sem sé að við vitum að á sama tíma hefur Gallup verið að mæla sko í 15-16% og maskinn einhvers staðar þar á milli. Og þetta ákveðið vandamál þegar að þessi 3 skoðanakönnunarfyrirtæki sem að beita afskaplega svipuðum aðferðum, ekki fullkomlega sömu, mjög svipuðum, að fá svo misvísandi niðurstöður svo skömmu fyrir kosningar. Og það af því að þetta stýrir nú svolítið fréttaflutningi og tali í okkar hér, að þá skiptir svolítið máli að hafa það allt rétt.
Eitt sem mér langar til að spyrja þig út í. Miðflokkur og Samfylking að lækka þetta núna. Þetta eru flokkar sem hafa verið á mikilli siglingu talsvert lengi. Það ekki eiginlega bara örlög flokka sem hafa verið á slíkri siglingu að þegar nær dregur kosningum, að þeir gefið dálítið eftir? Já, það náttúrulega, þú veist, það þetta gamla, hvenær ætlar að toppa, sko, hvenær toppa með rétt og þetta toppa með aldrei öðrum tíma. En segðu Höllu Tómasdóttur þar? Já, ég meina, þú veist, stuðningsmenn Höllu sagði, sko, ef kosningarnar eru fram viku síðar, að þá fengið 100% fylgi. En þarna eru vissulega að horfa það að það eru að skipast svolítið, skipast fylgið í síðustu vikunni. Og það verður mjög spennandi að sjá í næstu viku hvað gerist þarna og líka þá síðan þurfum við að bera það saman og við þurfum að kryfja þessa tölur svolítið vel vegna þess að þessi kosningabaráttu öll, hún tifar svo mikið áfram að minnst í fjölmiðlum á skoðanakönnunum og ef þær eru ekki nákvæmur raun ber vitni þá erum við ekki í góðum málum. Ég bendi til mig sá að við erum með framsókn hérna í 4,4%. Það eru þetta svakalig tíðindi. Það eru svakalig tíðindi þess að við komum niður fyrir þessi 5% sem að gefa þeim færi á uppbótarmönnum og það er svona, þeir gætu bara verið fallin á þingi nema þeir sé að standa sig rosalega vel í einhverju einu kjördæmi. En eru þetta þau tíðindi sem að þau sýnast vera? Við getum talað um það en vegna þess að vikmörkin eru mikil, það er ekkit víst að þeir séu með meira eða minna fylgi núna heldur við vorum í síðustu viku. Þetta er allt mjög óljóst. Þetta er allt feikilega óljóst en ég fann að sjá eftir að það fengið hérna í sæti. Já, fyrir ekki, ok, ég skal þá aðeins poppið upp fyrir þig, sko, að ef við förum síðan að brjóta fylgið meira niður eins og við gerum nú svona áfram í Morgunblaðinu. Ég ætla nú ekki að segja of mikið vegna þess að eins og þú veist, ég vil að fólk gerist áskrifendur og lesa það þar. Já, og þeim fjölgar og fjölgar. Já, en þá erum við að horfa á eitthvað sem að ég veit ekki hvað gefur mönnum sko óvart að Viðreisn er miklu sterkari hjá konum en körlum og Miðflokkurinn hins vegar sterkari hjá körlum. En það er sko munurinn er svolítið mikill að sko meðal kvenna nýtur Viðreisn 28% fylgis. Meðan að hjá körlum þá er það aðeins 17%, ég veit að það voru margir sem myndi gefa sér hægri höndina fyrir slíkt fylgi. En hjá Miðflokknum þá hann að fá 19% hjá körlunum en aðeins 7,5% hjá konum. Þetta er forvitnilegt. Áhugavert niðurbrot, það verða nákvæmari tölur og meðal annars þingsæta skiptingin út frá þessum tölum í blaðinu í fyrramálið. Já, og það er sko ekki einfaldara að geta sagt fyrir. Nei, við lofum engu. Heyrðu, en hingað að koma eftir örskama stund, tveir ágætir stjórnmálamenn, annar með talsverða reynslu, hinn með minni. Og ég hvet ykkur til að fylgjast með, því að síðan í lok þáttarins, þá fæ ég hingað til mín Sigurð Inga Jóhannsson sem er formaður Framsóknarflokksins og hann ætlar að svara fyrir þessar tölur, 4,4%. Takk fyrir. Skoðaðu úrvalið frá mörgum að þekktustu vörumerkjum heims. Matthilda Kringlunni, Matthilda Smáralind og matthilda.is. Hjá Columbus ævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Columbus ævintýraferðir. Við köllum eftir ábyrgum ríkisfjármálum fyrir íslensk fyrirtæki og heimili. Beinum athyglina að því sem skiptir máli. Höldum okkur við aðalatriðin. Samtök atvinnulífsins. Já, þetta voru aldeilis áhugaverðar tölur og gott að fara yfir þetta með Andrési Magnúsinni, kollega mínum. En hingað eru komnir tveir stjórnmálamenn, mótherjar, leyfi ég mér að segja, allavega akkurat á þessum tímapunkti, við veitum ekki hvað verður eftir kosningar. Það eru þau Orri Páll Jóhannsson frá Vinstri grænum og Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir hjá Miðflokki. Og við njótum þess heiðurs að geta haldið fram að þetta sé fyrsta sjónvarpsviðtalið sem að Nanna mætir í. Það er rétt. Er það ekki? Jú. Já, en þú hefur nú verið tengd pólitíkinni lengi. Já. Pabbi þinn er nú gamall stjórnmálamaður. Já. Og svo er bróðir þinn líka í stjórnmálum. Já, mjög þekktur stjórnmálamaður. Já. Og það er nú kannski flestir sem kveikja á því hver það er það ekki. Jú, það er Sigmundur Davíð. Já. Og ég sá nú ekki fyrir mér fyrir nokkrum árum að ég hérna líka. Nei. Mér fannst alveg glata þegar ég var í Versló og pabbi var í pólitík. Og svo þegar Sigmundur ákveður að fara í pólitík, þá
Já, mér fannst eiginlega bara ennþá væri hugmynd að því að þetta var, mér þótti ekki skemmtilegt. En svo þegar Miðflokkurinn var stofnaður, þá svona þurfti allir að hlaupa hratt og ég einhvern veginn innvinklaðist í þetta og hef bara verið á fullu í pólitíkinni síðan. Hún kynnast auðvitað alveg svakalega mörgum og hafa gaman að þessu og hingað ég komin, sko. Þannig að þú flæktist inn í stjórnmálinu. Já, það má ég segja það, sko. En þú ert í öðru sætinu í Suðvestur á eftir Bergþór Ólafarsyni. Já. Og þið eru með öflugan lista þarna. Já, svo hann Eiríkur í 3. sæti hjá okkur og sem var nú sterkur í Indifens og... Já, Eiríkur Svavarsson. Eiríkur Svavarsson, já. Og þetta er bara mjög flottur listi og svo Anton Sveitmakí og Lárus. Það renduð einum ungum sjálfstæðismanni yfir til ykkar. Þeir eru nú nokkrir. Það var grátur og gnístran tanna vissi ég í herbúðum sjálfstæðismanni í Garðabæ þegar Anton færði sig yfir til ykkar. Já, hann er mjög flottur. Já, öflugur sundmaður. Já, bara og pólitíkus og bara flottur drengur. Það var eitt svo reiður þarna sem að ég hitti skömmu eftir þetta gerðist og hann sagði, já það er ekkert að undra að Anton hafi farið í þetta. Svona gerist með menn sem hafa verið geymdir í klóri í 20 ár. Ég var náttúrulega búin að vera í sundlauginni og keppa ólympíuleikum alveg út í eitt. Já. Heyrðu en Orri, þú ert eldri en 2 vetur í pólitíkinni. Já, ég ekki segja það. Þú ert búin að sitja á þinginu og gegna ábyrgðarstörfum, bæði fyrir þingflokkinu og þetta inn í þessu stjórnarsamstarfi. Ég ætla að fara hérna núna yfir tölur og ég hef ekki sérstaklega gaman að því en þetta eru alveg skelfilega tölur sem þið eru að fá upp á pottinum á hverjum degi. Er það ekki, hann Hallur mun skella þessu hérna upp á skjáinn. Þetta er nýjasta prósentskönnunin sem við Andrés vorum að fara yfir. Það eru þetta ýmist tíðindi í þessu. Samfylkingin virðist vera að lækka tiltölulega hratt miðað við síðustu mælingu. Framsókn er komið alveg örugglega í fallbaráttuna með þetta. En já, góðu tíðindi fyrir ykkur er að þið eru að auka við ykkur fylgið. Við erum á uppleið. Já. Og raunar sýnist mér að þessir flokkar sem hafa nú verið tíndir saman til vinstri eru það allir sem mér þykja góð tíðindi. Eða málsins samkvæmt komandi vinstramegin og pólitíka þá hefur mér fundist þessi þróun eins og hún birtist í reyndar mjög ólíkum niðurstöðum mismunandi skoðanakannana. Það er mikið flökkt. Það er mikið flökkt og enginn þeirra einhvern veginn alveg eins sem við höfum sannarlega mælst lágt lengi en erum þarna á uppleið. Þetta líður okkur þannig að við séum á uppleið. Þið finnið það? Já. Í samtölum og samskiptum við fólk þá finnum við það og við finnum að mjög mörg að koma tilbaka því að það hefur nú verið hér sérstakt umræðuefni og umfjöllunarefni að þetta stjórnarsamstarf hafi fælt fólk frá en við finnum það og alla jafna mjög góð samtöl og góðir straumar og stemning hjá okkur í þessari kosningabaráttu en ég sé að við erum á uppleið og vinstrið líka og það þykir mér gott að heyra vegna þess að ég bara vil ekki trúa því að þegar upp er staðið að þá sjáu fólk ekki fyrir sér eftir að tali verður upp úr kjörkössunum næstu helgi að vinstrið í rauninni býði hnekki í íslensku samhengi. Það er bara rosaleg tilfærsla á pendúl sem ég stórefast að verði niðurstaðan. Þar horfir á Píratana, Sósíalistana og Vinstri græna það ekki? Jú, það og fleiri fjölmiðlar sem hafa verið að raða þeim saman. Ég tók eftir því að Vísir raðaði nú saman í eitthvað pallborðum daginn akkurat þessum þremur en ekki samfylkingunni. Er það vegna þess að fleiri en færri, þeim þykir þau vera að færa sig of mikið til hægri. Það hefur verið umræðan. Sjálfur hef ég, að því að ég kem nú náttúruverndargeiranum, að ég hef haft áhyggjur af því að mér hefur ekki fundist fara nægilega mikið fyrir náttúruverndarsjónarmiðum til dæmis innan samfylkingarinnar í þessari kosningabaráttu. Það hefur breyst talsvert eiginlega með nýjum formanni. Já, þau eiga náttúrulega mjög öfluga konu í náttúruvernd, hún heitir Þórunn Sveinbjarnardóttir, við höfum unnið mikið saman, á nú einmitt afmæli í dag. Ég tók eftir því. Já, til hamingju með það Þórunn. Við óskum Þórunn. Hún hefur komið hér sem gestur og staðið sig vel. Já, ég tek sem dæmi. Mér hefur fundist náttúruverndarumræðan þar á niðurleið. Ég skil ekki á hvaða leið þau eru þegar þau boða hér og ég kalla það nú bara virkjana brjálæði. 25% aukning á 10 árum. Þetta eru 2 Kárahnjúkavirkjanir. Þetta bara ekki... Er þetta ekki bara frábært? Þetta er náttúrulega ógerlegt. Þetta er frábært. Þau vilja taka alla nýtingaflokkur á mátluna. Í allri rökhugsun er þetta bara ógerlegt. En það þýðir auðvitað bara ef við ætlum að ganga gegndarlaust á gæðin að þá lætur náttúran einhvers staðar undan. Og málsvarar náttúruverndar, við erum málsvarar náttúruverndar og höfum verið í 25 ára en hvergi hætt þar. En ein spurning í því sambandi, einhverju myndi kannski segja þetta alltaf ósanngjarnt en það kem ekki á... Þú með ósanngjarna spurningar, Stefán? Nei. Lífsgæðin hér hafa aukist í falli við orkuframleiðsluna. Ef við ætlum að auka lífsgæði hér áfram, þurfum við þá ekki að halda áfram á sömu braut? En þú tekur það í falli við aukin jöfnuð í samfélaginu. Sannarlega hópar í samfélaginu sem að búa ekki við nægilega mikinn aukin jöfnuð. Það þarf að gera betur í því. Því við erum líka jafnaðarflokkur sem vill aukin jöfnuð og félagslegt réttlæti. Til þess að ýta undir stöðu þeirra sem að verst hafa það, þá þurfum við að skapa meiri verðmæti. Eina leiðin í því er þá að auka orkuöflun.
Já, einhverju myndu segja það. Já, það eru mjög mörg sem segja það. Það veldur mér ugg. Mér finnst það áhyggjuefni vegna þess að það ekki eina leiðin til þess að skapa verðmæti að bara brjóta nýtt land og afla orku. Nei. Það getur ekki verið það. Tökum óvinsælt umræðuefni hjá mörgum sem lítur að menningu og listum sem dæmi. Þar höfum við líka alltaf staðið vörð. Við settum það á borðin í þetta stjórnarsamstarf eða sérstakt menningarráðuneyti til þess að gefa menningunni sérstakt vægi. En gerir ekki Framsóknarflokkurinn í gegn þessa stórfjölgun listamannalauna? Já, hvaðan heldur að hugmyndin hafi komið? Var það ekki frá Lilju? Já, það var ekki bara frá Lilju. Nei, Við þurfum að bera þetta undir Lilju. Lilja hefur sannarlega staðið vörð þessa hugmynd en við höfum alla tíð samanber innspýtinguna í COVID staðið með til dæmis fjölgun listamannalauna. Umræðan sérstaklega þjóðaróperu sem sannarlega frumvarp Lilju, það styðjum við heilsugar. Þannig ég bara að taka sem dæmi að það eru ýmsar aðrar greinar og ýmis önnur gæði í samfélaginu sem ekki drifin af því eða vaksa ekki vegna þess að forsendan aukin orkuöflun. Bara svo ég taki dæmi. Til að reka þjóðaróperuna þá þurfum við með orku, það ekki? Það engin orkuskortur í þessu landi. Forstjóri Landsvirkjunar þurfti nú að stíga fram daginn til þess að útskýra það vegna þess að umræðan alveg komin út í skuld. Það sem ég bara segja að ég hef áhyggjur af náttúruverndarsjónarmiðum. Það hefur svona kannski sögulegu samhengi frekar verið vinstri sem að ber það uppi. Við þar í broddi fylkingar og við erum hvergi nærri hætt og ég sé að við erum á uppleið, þannig að það gott. Gott og vel. Nanna, hvað segir þú þetta? Já, bara rétt orkuna fyrst. Já. Ég held bara ef við ætlum að fara í orkuskipti og hafa verðmætasköpun, þá verðum við auðvitað að virkja. Þannig að bara, svo ég komist nú aðeins bara afgreiða það fyrir könnunina. En sko, þetta auðvitað, mér finnst þetta alveg hræðilegt. Það sem ég sé bara það að hér að myndast einhvers konar ríkisstjórn sem væri svona kerfisstjórn. Þetta við erum að horfa á Viðreisn, Samfylkingu og núna Píratar. Þeir getu sýnist þá bara komin, við væri örugglega með meirihluta þingmanna næstu því, mögulega fara Vinstri grænir upp og verða með. Þá erum við ekki að sjá þessa breytingu sem við þurfum að sjá í samfélaginu. Þá munum við sjá. Ég sé bara svona turnan ég að horfa á, ég sé fyrir mér svona að leggja saman og þetta er bara svona færiband og í staðan fyrir að koma fiskur eða verðmæti, kom bara svona Evrópulöggjafarnir alveg á færibandi og þó að þessi flokkar eru báðir búin að ná sér í atkvæði með því að segja við ætlum að setja Evrópusambandið til hliðar, þá hafa þeir svona ekki alveg getað staðist að segja en ef við vinnum, þá vilja við allar Evrópusambandið og það mun bara vera bara leið eftir kosningar, þá verður byrjað að tala það. Og þá fer allir fókusinn á það og þá ekki verið að ræða eins mikið ríkisfjármálin, útlendingamálin. Þá erum við bara komin aftur í einhvers konar fara frá því að vera stöðnarstjórn í einhvers konar svona kerfisstjórn. Og það bara, mér líst ekki vel á það og þetta bara raunverulega, þó ég sé Miðflokknum, að ég held að ef eitthvað séns að borgarlegri stjórn, þá verður Miðflokkurinn að hækka. Það svona. Það sem ég sé út af þessu. Það myndi Sjálfstæðisflokkurinn og jafnvel Framsóknarflokkurinn og Viðreisn líka segja? Já, Viðreisn geti alveg verið borgarlegri stjórn ef hún væri með ekki því sem við sjáum teiknast upp hér. Þannig og meira þess að Samfylkingu mögulega. En á meðan þessi flokkar svona stórir, þá það ekki verið að gerast. Og ég held bara að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn, þeir eru bara þannig stað núna að það best, já, ég held að þeir sé ekki verið að stækka það mikið. Ég held að Miðflokkurinn getur miklu meira unni með breiðari hóp núna. En að teiknast upp mynd þar sem að við sjáum Evrópu áherslur? Menn hafa einhvern veginn reynt að halda þessu svona dálítið hliðar. Kristrún gerði það beinlínis þegar hún mótaði hérna nýju samfylkingu. En þarna bara virðist vera talsveit mikil Evrópustemning allavega bak við tjöldin. Já, en það endilega Evrópu? Ég skil alveg hvaðan Nanna að koma þegar hún orðar þetta svona. Það líka bara í takti við orðræðuna sem að fulltrúar Miðflokksins eða allur þingflokkur Miðflokksins eins og þeir hafa kallað sig þessi tveir á þessu kjörtímabili hafa haldið á lofti. Ég átta mig nú bara ekkert alveg á því. Ég held ekki endilega fólk sem að svarar því til í mjög mismunandi skoðanakönnunum að þau vilji frekar eða sjáu fyrir sér að leggja atkvæði sitt til annars vegar Samfylkingar og Viðreisnar séu endilega kjósa með Evrópusambandinu. Því hvorugur þessara flokka hefur sett það endilega á stefnuskrána sína þó við vitum afstöðu og þau eru gjarnan spurð og hafa svarað því. Þannig ég ekkert viss það en ég ekki einn þeirra sem svaraði í könnunum að ég muni kjósa Viðreisn eða Samfylkingu. Þannig að ég get kannski bara að svara fyrir mig í því. En þeir þurfa sennilega, það verður mjög erfitt að mynda tveggja flokkastjórn, nær útilokað með allar þær kannanir sem við sjáum. Ekki augljóst hverjir munu krúka sig saman
að loknum kosningum, til dæmis ef þetta væri niðurstaðan? Jú, ef þetta niðurstaðan, þá það bara alveg hreinu. Það Samfylking og Viðreisn með einhverjum flokki sem að sér bara Framsókn fyrir 5%. Ég meina, hann mun bara gera allt til að komast í ríkisstjórn. Og þá ertu bara komið með eitthvað sem bara opinbúið enda og ég veit ekki með Pírata hvort þeir farið sama. Ég gera það náttúrulega ekki, en aðrir flokkar, ég meina, þetta bara, vonandi verður þetta ekki niðurstaðan. Þetta ekki gott. Ég held allavega að ef við horfum bara á þessa stöku könnuna, því út að spyrja okkur út í hana og ég bara frá að segja það sama, sko, þær eru það ólíkar að það eru auðvitað mjög erfitt að lesa eina ákveðina línu í þessu öll saman. Þetta meira eins og samkvæmisleikur eiginlega? Já, og bara það alveg skemmtilegt. Þá sýnist mér vera svona tiltöluleg slagsíða inn á miðju hægri í því sem að gerast og þá kem ég bara aftur á því sem að ég sagði áðan, ég trúi því ekki fyrir en ég sé það þegar talið verður upp úr kossunum að vinstrið nái ekki vopnum sínum og ég meina þarna hafa 3 flokkar sérstaklega og sum vilja eðlilega og ég skil það, telja Samfylkinguna með því þó umræðan hafi verið hún sé að færast mikið til hægri. Ég bara trúi því ekki að þetta verði niðurstaðan í vinstrinu og það til dæmis svo ég geti talað út frá mínum ranni sem ég sagði áðan samræmist ekki þeirri tilfinningu sem ég hef í samskiptum og samtölum við fólk. En ef þetta er niðurstaðan, ef að Vinstri grænir myndu enda með 3–4% og engan mann á þingi, hvaða afleiðingar hefur það fyrir flokk eins og VG sem hefur verið lengi á sviðinu? Ekki augljóst að dagar Svandísar Svavarsdóttur sem formannsflokksins eru taldir? Ég held fyrir að fyrst að það gerist ekki, en auðvitað erum við búin að vera að horfa og liggja lágt í körnunum í mjög langan tíma. Þó við séum þarna sannarlega sigla upp á við og hlutfallslega ágætlega upp með að við síðustu þessa könnun. Nei, en sko, ég held bara að það sé ekki eins og tímabært að pæli því, en ég meina sko, við erum 25 ára gamall flokkur, eða hreyfing, eins og við köllum okkur, við erum hreyfing. Við hefum fullt erindi með okkar sýn og okkar stefnu, höfum verið samkvæm okkur í því sem við höfum sagt og gert og ég dró nú hérna sérstaklega fram umræðuna bara náttúruvernd áðan af því að það eitthvað sem eru aldrei hægt að segja annað en að VG hafi staðið vörðum og tryggt þegar við höfum setið við borðið til þess að standa vörðum það. Með kolorkuverinu á Bakka? Þetta þetta Stefán, þetta mjög ódýrt. Ég keyrði þetta fram hjá daginn, bara svartur reykur sem var láð þarna yfir höfðan á Húsavíkurhöfða. Já, þetta bara mjög ódýrt sko. Þú getur líka bara tekið tölur eins og í tíð Svandísar Svavarsdóttur sem umhverfisráðherra þá erum við að tala friðlýsingu ykkur á 25 svæða. Í tíð Guðmundar Inga sem umhverfis- og auðlindaráðherra þetta yfir 30 svæði. En þetta kolabrennandi stóriðja, af hverju það ódýrt? Ég ætla að taka þetta sem dæmi. Þetta var formaður flokksins sem keyrði þetta í gegn, Steingrímur J. Sigfússon. Ég ætla að taka þessi dæmi því að þú velur akkúrat einhverja kolaorku, einhverja stóriðju á Bakka sem svo gamaldags umræða hálfa væri nóg. Ég ætla að taka þessi dæmi til dæmis að friðlýsingunum að því við höfum líka undirgengist alþjóðlega skuldbindingar sem lítur að því að taka hér frá 30% svæðum á landi og 30% svæðum í hafi. Við erum að fikrast nær 30%, meðal annars þökks í ákvörðunum og aðgerðum VG í ríkisstjórnarsamstarfi á landi, en það þarf að gera miklu betur þegar kemur að hafi. Þetta var að friðlýsa, þetta að banna veiðar á tilteknum svæðum í kringum landið. Þetta snýst ekkit endilega bara alltaf að banna veiðar sjá til. Það snýst ef þú friðlýsir þá má ekki veiðar. Nei, ekki alltaf, nei. Það ekki alveg uppleggið. Ætlar að segja mér að beit sé bönnuð í öllum þjóðgörðum á Íslandi? Nei, hún það ekki. Hvað beit annað en nýting annarra skepna? En það sem ég hef heyrt þessi áform að þetta verði bannsvæði á hafinu. Þetta er ekki bara bannsvæði. Þetta er ekki bara, nei, menn í einhverjum tilfellum þarftu sannarlega að taka frá svæði. Hvað höfum við gert í áratugi? Við höfum friðlýst hér og gengið þannig fram það litla sem við höfum gert til þess að reyna að tryggja að það verði ekki raska á kaldsjávar kóröllum úti fyrir Suðausturlandi sem dæmi. Það þýðir bara að þú mátt ekki beita ákveðnum veiðiaðferðum, en þú getur verið að veiða úr bolnum enga síður á sama tíma. Þannig að þetta er ekki bara bann og hún mátt ekki. Ekki bara? Nei, ég meina náttúruvernd gengur ekki út á það. Ég veit ekki hversu mikla þolinmæði þið hafi fyrir einhverju yfirferð af náttúruverndarlögunum. Þetta eru margir mismunandi friðlýsingarflokkar. Og þjóðgarður sem dæmi er frábært form af því að hann snýst líka að auka aðgengi fólks að svæðum, sannarlega stýrt með einhverjum ákveðnum hætti af því við ætlum að koma okkur saman að eiga þessi svæði til framtíðar fyrir komandi kynslóðir. Það ekkert, þá getum við fara aftur í orkuöflunina, það ekkert sem gefur okkur þann rétt núverandi kynslóðum ef við ætlum að horfa á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar sem dæmi, þann rétt í dag að ákveða inn í framtíðina að brjóta eða, ég segi brjóta land, sumir ganga svo langt að segja eyðileggja land, ég ætla bara að nota orðið brjóta land fyrir komandi kynslóðir. Það bara ekki sanngjarnt og ekki heiðarlegt. Af hverju máttu kynslóðirnar og undan okkur gera það? Af hverju eru við allt í einu undir öðru mælikeri heldur en allir aðrir sem undan okkur? Kannski vegna þess hvernig staðan er í heiminum, vegna áhrifa mannsins í gegndarlausri ágengni á gæði.
Erum við ekki sammála um það fátækt aldrei minni? Erum við ekki sammála um það að loftslagsmálin séu stærsta ógn og vá náttúran sem að mannkyni stendur frammi fyrir? Ég er nú persónulega ekki sammála því, Já. en kannski miðflokkurinn með það á stefnuskránni. Nei, þetta fer algjörlega saman verðmætasköpun og orka, þannig en mér langar aðeins að tala meira um könnunina. Já, hvað spennandi það? Sko, ég bara að sjá fyrir mér núna Reykjavíkurmódelið aðeins svo skýrt að þá ég hugsað, þó ég sé viss framboð í kraganum, þetta ekki gott fyrir landsbyggðina. Sér það, þetta bara Reykjavíkurmódelið og svo Dagur kominn og Pavel og þeir geta alveg farið yfir hvernig að gera þetta. Þannig að þetta ekki bara, En þetta þá Reykjavíkurmódelið án VFG eins og Reykjavíkurmódelið byggt upp núna? Því að VFG utan. Við erum utan í Reykjavík. Þannig ekki muni þeir komið landsbyggðarvinkilinn inn heldur. Nei, en Framsókn líka niður. Það er eitt af því sem maður veltir fyrir sig. Getur það í alvörunni gerst, í kosningum eins og þessum, að tveir af, ég leyfi mér sér grundu allar flokkum landsins, sem Vinstri grænir og Framsókn eru, að þeir þurrkist út? Já, sko, þetta þetta einhver sögulegustu pólitísku tíðindi allavega síðustu áratuga bara frá því Jónas Hriflu röklaðist úr pólitík. En þetta ekki líka bara skilaboð að fólk ekki lengur tilbúið í að sko það bara loford, ekki staðið við það, svo bara kortir í kostninga þá verið að skóplustunga eða deilu þessum peningum, fólk heldur bara að fara að sjá gegnum þetta, eða það eina skýringi sem ég sé, þetta bara búið að vera stöðnun lengi, Sjálfstæðisflokkurinn mjög lágur líka, en hann ekki svona lágur. Hlutvöldin bara, fólk bara vill þetta framfæri. Það hægt að fullyrða að formaður Sjálfstæðisflokksins myndi ekki lifa það af pólitískt að skila svona tölum í hús? Það var erfitt. Já, ég bara þarf ekki að svara fyrir afstöðu formanns Sjálfstæðisflokksins í einu. Nú ert þú í þeirri stöðu hér. Heyrðu, mér langar til að taka tali kannski aðeins annað, vegna þess að nú þetta rétt rúm vika sem að lifir af baráttunni. Þetta snörp, stutt barátta, og hún hefur reynt á alla flokkana, vegna þess að þetta mjög stuttur tími. Svo fáum við ofan í þetta núna, þetta svakalega eldgos, sem þetta ekki mjög stór gos, en að hafa gríðarleg áhrif. Það að valta þarna yfir mikilvæg innviði, heitavatnslögnin í hættu, Njarðvíkuræðin svo kallaða. Haldið að svona atburður hafi einhver áhrif á kosningarnar sem slíkar? Sko, ég veit ekki hvort það hafa beint áhrif á kosningarnar, af því nú erum búin að sjá þetta svolítið oft. En þetta þetta... Tíunda gosi síðan 2021. Tíunda gosi, já. En hugsaðu tilfinningar rússipannan fyrir Grindvíkinga. Þau lesi fréttum, nei, ekkert gosi í nóvember, daginn eftir það byrja að gjósa. Þetta minnir okkur kannski bara líka á að næsta ríkisstjórn með verkefni. Þetta verkefni ekki búið. Eitt bara, sko, við vitum bara að það búið að gera mjög mikið fyrir heimilin, en fyrirtækin, þau eru svolítið eftir og fólk ekkert sammála því hvort að þau vilja láta kaupa þessu út eða hvort þau vilja vera áfram. Af því nú líka verið að segja að mögulega sé þessi gosórói á svæðinu að fara að hætta. Þannig að það eru þetta stór hópur sem að sé fyrir sér vilja koma tilbaka, aðrir ekki. Þannig að lausnin það núna, þetta geta ekki verið svona COVID-lausnin sem eru bara færðar yfir á Grindavík. Þetta þurfa að vera miklu svona sérhæfðar lausnir og kannski ákveð svona hlaðborð að lausnum. Heldur að Grindavík eigi sér framtíð? Já, ég held það. Ég held að þetta verður mjög breytt. Í Grindvíkingi verður þetta fyrst og fremst svara fyrir það, en ég heyri bara að það er mjög skipt á skoðanir innan þessa samfélags. Og ég sé alveg fyrir mér að það kemur ekkert óvart að það yrði hluti sem myndi flytjast aftur og bara eitt sko sem maður þarf líka að gera. Það er til dæmis eins og það er alveg sumt sem maður hægt að gera bara hratt, eins og hvað heitir það, Þórkalla. Þeir leyfa sem sagt fólki að vera í húsunum sínum eða borga hitt og rafmagn. Þetta er alveg sniðugt, þetta er minni útgjöld fyrir ríkissjóð og fólk fær að afnota húsunum. Og það eru sumir í vandræðum og vilja fá gistar á milli sem ekki gos, en það má ekki. Það er bara svona að breyta svona litlum hlutum, þannig að kannski þeir sem eru mestu vandræðum geta fengið gistar. Þannig að þetta verður verkefni í ríkisstjórninni. Ég held að þessi meira þannig fyrir ekkert heldur en þetta hafi áhrif endilega held ég næstu vikuna. Sko ég held kannski, ég er alveg sammála Nönnu með það sko, ég held að akkurat þetta gos á þessum tímapunkti hafi ekki endilega þannig afgerandi áhrif á einhverja hreyfingu í skoðanakönnunum ef við höldum áfram þar. Akkurat vegna þess að þetta er ekki aðstæður sem eru okkur endilega því miður ókunnar. Við erum að venjast því að það gjósi þetta. Já, en hafandi sagt það þá lágu þetta fyrir okkur í þinginu þegar að Bjarni Benediktsson ákveður að slíta þessu ríkisstjórnarsamstarfi og boða til kosninga 30. nóvember sem náttúrulega mjög óvenjulegur tími svona í kosningalegu samhengi, við erum að kjósa að vori og ég held að færi betur á því sjálfur að kjósa að vori en gott og vel, þetta er staðan
að það var verkefni það sem lá fyrir okkur var auðvitað sameinast og klára að loka fjárlögum vegna þess að það tíminn bara leyfir ekki þó svo að niðurstöður kosninga, ég meina það er kosið 30. En það tekur jú landskjörstjórn einhverjar 2-3 vikur bara að ganga frá miðað við þá ferla sem í kosningalöggjöfinni og við vitum nú öll hvernig þetta fór síðast. Þannig í venjulegu ári að þá tekur það samt sem áður einhverjar vikur, þá erum við komin í jól. Þannig að það var alveg fyrir séð að það myndi ekki vera á neinn hátt og raunhæft að klára fjárlög fyrir áramót sem nauðsynleg dagsetning eins og við vitum. Þannig þetta sameinuðum stuð í þinginu og þá fjárlega tengd mál að vinna að þessu en líka það sem út af stóð varðandi sérilegi dagsetningatengd mál í samhengi Grindavíkur af því að þingið hefur sameinast þessar aðgerðir. Þar með ég ekki að segja að við höfum náð utan alla hópa í öllu samhengi alltaf. En við höfum hins vegar lagt okkur þvert á flokka fram að reyna að gera okkar allra besta til þess að ná utan hlutina. Ég held til dæmis að umdeild ákvörðun, því nú var ég nú að tala hérna náttúruvernd áðan, umdeild ákvörðun að reisa varnargarðinn í kringum Svartsengi sem auðvitað innibar að Bláa lónið var með í því vegna þess að það er á lægsta punkti, hún sýnir sig til dæmis mjög glögglega í þessu gosi sem í gangi núna. Þegar að maður hlustar á fréttaflutningin til að mynda í gær, þegar maður átta sig á aðstöðunni og þú vísar hér í mikilvæga innviði, að ef Svartsengi væri ekki varið eins og það varið sem ákvörðun sem við tökum í þinginu, setjum smávægilegan skatt á alla til þess að við hjálpumst að bera þessar byrðar, að þá erum við að tala 30.000 manna samfélag sem hefði orðið undir, hefði færi Svartsengi. Hefðu þið ekki sett varnargarðinn ef að bara Bláa lónið hefði átt í hlut? Það náttúrulega einkafyrirtæki, en Bláa lónið við erum að hugsa þetta í samhenginu. Orka einkafyrirtæki. Já, ég áttam á því. Þetta affallsvatn, ekki satt, frá Svartsendingisvirkjunni sem fyrst og fremst þarna til þess að skapa raforku og heitt vatn fyrir þennan stóra hluta samfélagsins. Þetta Bláa lónið sennilega efnahagslega mikilvægara fyrir Ísland heldur en Svartsengisvirkjunin. Það alveg rétt, en umræðan var bara ekkert á þeim forsendum á þeim tíma. Jú, þetta sætti gagnrýni vegna þess að Bláa lónið þarna staðsett, en það auðvitað landfræðilega staðsett þarna vegna þess að virkjuninni fyrir. Það var útgangspunkturinn í þeirri vinnu sem við áttum. Ég þeirra skoðunar og við í VG að grunninnviðir og orkufyrirtæki og veituvannvirki eiga bara verið í samfélagslegri eigu. En þú ert að segja að það hefði verið meiri vafa undirorpið að reisa þessa varnargarða af samfélaginu ef aðeins hefði átt í hlut ferðaþjónustu en ekki orkufyrirtæki. Það bara umræða sem var ekki tekin á þessum forsendum á þeim tíma og ég held að þýði ekki að segja ef og hefði. Þetta snerist fyrst og fremst að verja mannvirkið sem tryggir raforku og heitt vatn til 30.000 einstaklinga á Reykjanesi eða Reykjanesskaganum. En það má alveg að því að ég kannski þeirri stöðu geta aðeins gagnrýnt sko að Bláa lónið þetta einkafyrirtæki en þetta gríðarlega mikilvægt. Þetta fyrir ferðaþjónustuna, þetta bara bein áhrif ef að Bláa lónið lokað þá minni bókurinn hjá Icelandair. Það alveg rétt. Þannig að við það að stjórnvöld hafi í raun og veru ekki kannski verið með eitthvað skonar auglýsingaherferð eitthvað líka til að bara segja fólki það öruggt að koma þarna af því það var smá skellur. Það þarf líka, held ég, að... Þeir hafa gert það núna. Já, en ekki, það er samt svolítið. Bara frétt í morgun. Já, það er samt svolítið lítið, sko. En ég held að það þurfi að gera betur í þessu, af því að það býður líka nýra ríkisstjórnar. Já. Það er margt sem býður nýra ríkisstjórnar. Já, sem betur fer nú lífið þannig að það eru nægur verkefnin. En bara klára, þetta með Grindavík, þetta skiptir þetta máli. Þetta annað 2 byggðra bóla á landinu sem býr við þær aðstæður að þetta geti gerst. Og nú þetta gerast í annað sinn. Fyrst voru Vestmannaeyjar og svo það núna Grindavík. Mér þótti nú vænt að heyra lokaorð Oddnýjar G. Harðardóttur sem gefur ekki kost á sér áfram í þessum kosningum og hvatti okkur þingmenn það sem hún einmitt tók þetta fyrir að hún óskaði þá nýjum þingheimi velfarnaðar í að halda áfram að taka vel utan þau mál sem þarna eru. Þannig að það er alveg rétt. Ég meina það verður nýs þingheims líka, ekki bara nýja ríkisstjórnar að taka áfram utan þetta eins og hægt er. En ég held hins vegar að staðan svo af því að þetta svo erfitt að lesa í þetta og einhverju leyti svolítið kannski eins og með veðrið. Okkur tekst nú ekki að brjóta allt undir okkur, kannski sem betur fer. En það hefur afleiðingar að við verðum núna bara að bíða og sjá og þreyja þetta og reyna átt okkur á því, getum við varið meira eins og við höfum verið að gera. Því að það ekki hægt að segja til það. Þetta síðasta gos, við hálnuð eða hvað mun þetta vara lengi, hvað mun þetta standa lengi og það bara tímafaktor sem við ráðum ekki við og við verðum bara að sætta okkur við og við eigum alveg að geta það líka, þetta óbáslega hart að segja þetta gagnvart þeim sem eru sannarlega í sárum í þessu samfélagi og ekki, það vil ekkert okkar vera í þessari stöðu að þetta bara gangverk náttúrunnar með þessum hætti og við getum ekki breytt í en við getum varið og við getum stutt og það höfum við verið að gera.
þó að það sé mannanna verka, þá verður heldur ekki við það ráðið að það verður gengið til kosninga núna eftir 8 daga. Það er rétt. Og það er komið fiðringur í mannskapinn. Það er nú oft talað um það þegar bróðirinn er nefndur í pólitíkinni, að hann sé með eitthvað tromp upp í hendinni. Ég man í kosningunum 2021 að þá sem nú kemur Sigmundur með eitthvað tromp í lok baráttunnar og hann mun sópa til sín atkvæðum. Hafa flokkarnir núna sem að vilja sækja meira fylgi, þið eru nú með marga örga þingmenn en þið viljið þetta fá meira, þið eru í þeirri stöðu að eiga það að hætta dett út af þingi. Hafa flokkarnir einhver tromp sem þeir hafa verið að geyma, þeir geta slengt fram á borðinu núna og breytt þessu pólitíska landslagi með afgerandi hætti? Sko ég held að verði frekar þannig að fólki bara verður fókuserað, það verður svona meira skýrt talað þessu síðustu viku. Ég hugsa að það sem hafi meira áhrif er eitthvað óvænt sem við vitum ekki í dag. Ég er ekki viss að það verður mikið ákveðnum trompum en það eftir að koma í ljós. En svo bara að því við erum að tala um þetta næstu viku og kannski vikun núna, ég heyri til dæmis Kristrúnu í Bylgjunni í gær. Hún var í formannsviðtali þar. Þá fer hún að tala um það að hún er ekkert hlynnt eins og sjálfstætt starfandi sko bara einhverjum stofum. Þannig hún í heilbrigðiskerfinu. Þá hugsa ég bara, við erum búin að vera með 4 ár, ég veit hvað mörg ár, þar sem við erum að senda fólk í aðgerðir til útlanda, miklu dýrara. Það var einhvern veginn svona hluti sem að hjálpa bara, þetta mun allavega hætta. Hvað sem tekur við, það er ekki stöðnum, við erum ekki með svona einhverja óráðsíðu, bara því ykkur getur ekki komið sér saman hlutina. En svo þegar ég hlusta á hana, þá hugsa ég bara, já, hún er náttúrulega, þetta er vinstriflokkur og það er bara rosalega margt sem að ég held að muni kannski koma upp í næstu viku, hvað flokkarnir raunverulega standa fyrir og ég meina viljum við farið svona vegferð að það verði eitthvað svona stöðnun, kerfisflokkar áfram. Ég held að það verði svolítið umræðan næstu viku. Þú varar við kerfisflokkunum, þú talar við umhverfisverndinni. Er Svandís með eitthvað tromp, veistu til þess? Sko við vinnum nú alla jafna þannig að við bara leggjum á borðið það sem við höfum upp á að bjóða. Og það sem við gerðum, að því að við einn flokka sem að svo allir fá á sig þessar kosningar núna, erum auðvitað nýkomin út af landsfundu, nýbúin að kjósa okkur nýja forystu og nýja stjórn og allar þessar stofnanir hreyfingarna sem við höfum. Þannig að við kannski búum langt best að því að þetta kemur svo inn með þessum hætti. En þið virðist bara hafa að spila no-lo hingað til þess að menn að spila, eru tromp eða einhver háspil? Við höfum ekki spilað neitt no-lo, af því að það sem við sögðum í því samhengi og höfum verið að gera og leggja áherslu á er það að við förum með okkar 25 ára sögu á aftur í ræturnar og það kann að hljóma klett í eyrum einhverja, en ég meina hvað er það sem við stöndum fyrir? Við stöndum fyrir jöfnuð og félagslegt réttlæti, við stöndum fyrir kvenfrelsi, við stöndum fyrir náttúru og umhverfisvernd og við stöndum fyrir frið og alþjóðlega friðarhyggju. Og þar höfum við verið að leggja áherslunar okkar, draga þær þá betur fram þegar við höfum sætt gagnrýni kannski fyrir það, hafa einhvers staðar farið að braut. Og ég held að þetta sé til að mynda ástæðan fyrir því að við finnum fullt af fólki skila sér tilbaka því að það þekkir þá aftur það sem það taldi sig kannski hafa mist sjónar af og nú er ég auðvitað að leggja einhverjum einstaklingum orði í munn sem er ekki endilega satt og rétt. Ég veit við höfum aldrei horfið frá þessu en það er kannski upplifun einhverra. Nú er fólk að sjá og skilja að við höfum ekki farið af neinni leið þannig að einhver sérstök tromp eða útspil á síðustu stundu. Fólk veit bara hvað það hefur þegar það hefur okkur og getur farið yfir það og við erum að fara yfir það með fólki. Þetta eru mikil vonbrigði. Við viljum fá tromp á borðið í síðustu viku kosningabaráttu. Ég get auðvitað ekki svara fyrir Sigmund, hvort að Sigmundur kemur með eitthvað tromp. Hann er óútreiknanlegur. Það er einn sem er víst meðan bróður sinn. Hann er óútreiknanlegur. Ég útiloka ekki að lofa engu. En bara rétt, má ég segja rétt að því þú segir ég tala um kerfisstjórnir, bara til að svona útskýra ef fólk svona kannski er ekki alveg að skilja hvað við meinum með þessu. Dæmi aftur í þessu viðtali, þá var þegar var verið að ræða þessi heilbrigðismál, þá kom upp að sko, sjúkratryggingar Íslands gæti ekki fylgst nógu vel með einkareknum stofum. Hvað er þetta annað en kerfisstjórn? Takið það á því, ekki bara banna einkarekstur, eða sjálfstætt starfandi stofur sko. Þegar ég hugsa bara borgar, já, hana. Kristrún verður að svara fyrir þetta, hún er ekki á svæðinu. Var ágætt ef fleiri tala fyrir öflugu og opinberu heilbrigðiskerfi, ég þetta er bara góð sammála því. Já, það þarf þá að vera öflugt. Takk ykkur kærlega fyrir komuna, ég óska ykkur góðs gengis á lokametrunum. Það er alveg ótrúlegt virkið ennþá bara frísk og spræk. Sem við erum. Já, ég meina, þetta er ekki bara mikið. Þetta er ekki bara mikið, við erum líka bara hress. Takk ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir sömuleiðis. Hér eftir örskamastund Sigurður Ingi Jóhannsson, síðasti leiðtoginn sem mætir af þeim 10 sem hafa komið hér á borðið til mín og við ætlum að fara yfir stöðu Framsóknarflokksins og þá stefnu sem hann hyggst innleiða fá hann áframhaldandi umboð til þess að sitja í ríkisstjórn Íslands. Þú þarft ekki
flýta þér, en þú getur það. Gripið og greitt í bónus. Væntanlegt í sjónvarp Símans Premium. Útilega. Ekkert drama, bara gaman. Þú veist, á að taka allt saman eða? Þú fara! Þessi útilega þetta ferði þig algjörður rugg. 17. október í sjónvarpi Símans Premium. Það komið tímabreytingar og í dag erum við að leggja fram framkvæmdaplan í húsnæðis- og kjaramálum og við biðjum stuðning í kosningunum 30. nóvember til að framkvæma fyrir fólki í landinu. Kynntu planið nánar á access.is. Við erum bara með notalegar jólagjafir. Kósí heilsuvinniskór, gjöf sem verður elskuð og notuð alla daga. Betra bak. Tölum meiri árangur fyrir okkur öll. Klárum baráttuna við vextina, finnum ný tækifæri til að vaxa og trúum á kraftinn í sjálfum okkur. Svo við getum haldið áfram að byggja upp öflugt og örugt samfélag. Sjálfstæðisflokkurinn. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Þá var hann komin hingað til mín, síðastur stjórnmálaleiðtogana 10 sem að mæta hér á vettvang spursmála fyrir þessar haust- eða vetrakosningar. Það er Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins. Hann ætlar að ræða hér við mig stefnu flokksins og hvernig hann hyggst nýta síðustu vikuna til þess að snúa mjög svo döpru fylgi flokksins við sér í hag. Blessaður Sigurður. Já, sæll. Við erum að fara hér yfir tölur, við erum að fá, svona ekki alveg síðustu kannanirnar, en miðað við það sem við erum að horfa upp á, þá eru stjórnarflokkarnir 3 að gjalda algjört afhróð, allir með tölu. Og þið eru samkvæmt þessum tölum okkar bara í stórhættu á því að þurrkast út af þingi. Og ef ég kann söguna rétt, þá er það í fyrsta sinn í ríflega 108 ára sögu ykkar. Já, ég vil nú segja að ég hef svo sem enga trú á því, en það er rétt að það hefur alveg verið brekka og nokkuð löng að hefja þessa kosningabaráttu á þessum tíma, verandi búin að vera í ríkisstjórn lengi og það er svona kallað eftir breytingum, maður heyri það. Við hins vegar hefum alveg upplifað, loksins þegar ég komst nú út í kosningabaráttuna, þegar við vorum búin að ljúka þinginu og klára fjárlögin og tengd mál, að þá hef ég alveg fundið fyrir svona vaxandi jákvæðni í þessu, þannig að ég er sannfærður að við eigum heilmikið inni og ég heyri það bara í mínu fólki, hringinn í kringu landið, að það gangi vel, okkur sé vel tekið, en það sé svona eitthvað ákall breytingar. Það er enginn að kvarta yfir okkar störfum og satt best að segja bara ánað með það sem við höfum verið að gera. Þið eruð að segja sögu, stjórnmálamenn ganga út á að segja reynslusögur og svo eru menn að horfa fram á veginn. Þið segið mjög jákvæða sögu og allir þessir flokkar sem á staðið að stjórninni segja hér sé allt í lukkuna verðstandi í raun og veru eða sé að þú kannski rétta á. Ég segja svona flest sé gott og vissulega séu áherslur og áskoranir sem að þurfa að taka áfram. En ykkur hefur líka tekið sem, og það eru þetta svona einkennismerki Framsóknarflokksins, að þið getið á milli svona skers og báru í mörgum málum og þið hefur kannski ekki verið alveg að átaka vettvangi í þessum stjórnarátökum sem við getum kallað svo. Ættu þið ekki í raun að geta skilið ykkur frá Vinstri grænum sem eru nær örugglega dottin út af þingi og frá Sjálfstæðisflokknum sem að stefnir í að fá verstu niðurstöðu sem að nokkru sinni hefur gerð síðan 1929? Jú, og það er það sem við upplifum í þessum samtalum við fólkið, að fólk segir bara já, Willum, hann finnst það sér frábærlega og við heyrum það innan úr heilbrigðisgeiranum að ef þeir getur pikkað út einhvern ráðherra þessa málaflokks bara af öllum þeim sem í framboði þá segir við viljum hafa Willum áfram. Af því að hann búinn að standa sig gríðarlega vel og við sjáum að hann áfram að vinna með því að styrkja heilbrigðiskerfið. Sama má segja Lilju og menninguna og Ásmund með íþróttirnar og að reyna að klára þessi verkefni í kringum menntamálin. Og það eru nú menntamálin algjörlega í klessu, það er verkfall á öllum skólastigum næstu. Já, það er vissulega verkfall. Og börnin kunni ekki að lesa þegar þau komið upp út 9. bekk. Nú verðum við að horfast augu við það að það sem Ásmundur gerði hér fyrir nokkrum árum þegar hann setti börnin, og við megum ekki gleyma því að kannski yfir 90% af börnunum í landinu, eins og svo margt annað í landinu, bara í mjög góðum málum og kannski hefur sjaldan verið betra. En það alltaf áskoranir og það sem Ásmundur gerði svo vel fyrir nokkrum árum,
þegar hann setti fókusinn á börnin sem að þurfa aðstoð og segi kerfin eru ekki að hjálpa þessum börnum. Við hendum krökkunum á milli kerfa og hann tók bara sér stöðu sem ástríðufullir pólitíkus og bara komin mjög langt, við erum svona við það að komast upp á bakkan að klára þetta verkefni þar sem að ég er sannfærður að einmitt að það sem hefur verið bjátað á í menntakerfinu, það sem meðal annars kennararnir að kalla eftir, betri starfsaðstæður, meiri tími með börnunum, að ég held að það mun allt geta gengið eftir. Þeir hafa nú verið að fyrst og næst að semja sig frátíma með börnunum, þeir eru að minnka kennsluskyldu. Kjarasamningurinn hingað til hefur verið þannig af því að það hefur alltaf að setja einhverjar frekari kröfur. Ég heyri kennarana segja að við viljum við myndum gjarnan vilja losna við allt þetta umstang sem hefur fylgt þessu og nota frekar tíma okkar og nýta menntunina í að kenna börnunum. Og ég held að við eigum að þróa það og það er það sem Ásmundur hefur verið að leggja áherslu á í þessum breytingum sem hefðu klárast í vetur í þinginu ef tími hefði verið til þess. Og þá er það bara spurningin, vilja menn breytingar frá því, vilja menn hverfa frá því að setja barnið í miðjuna, klára ekki þessi verkefni og fara einhverja aðra leiðir. Ég get líka nefnt bara þau verkefni sem ég verið að gera í bæði samgöngumálunum sem eru auðvitað bara gríðarlega mikil sem við höfum getið litið stoltur tilbaka þó að það séu vissulega fullt af verkefnum framundan. Ég ætla að fara sérstaklega yfir samgöngumálun eftir að því að þau eru stór og þú ert auðvitað best inn í þeim af ráðherrunum. Þannig að ég vil bara segja, mín upplifun er svo að þegar það er rúm vika 10 dagar tæpir til kosninga, að þá eigum við heilmikið inni. Þetta er stutt kosningabarátta, þetta eru 10 mikilvægastu dagarnir, þannig að ég held að við eigum að geta það og ég er sammálaður að við getum slitið okkur frá hinnum flokkunum. Þeir voru meira og minna að rífast. Þeir eiga stærsta sök, ef ég má segja svo, á því að ríkisstjórnin virkaði ótrúverðug. Þau voru alltaf að rífast. Við vorum að vinna. En voru þau ekki að vinna líka? Jú, að sjálfsögðu, en þau voru líka að rífast, sem gerir það verkum að trúveruleikin minnkar. Við vorum fyrst og fremst í vinnunni. Förum ón í þessi mála eftir. Þú hefur gegnt núna ekki langt skeið en þú hefur verið fjármálaráðherra og komst til mín hér fyrir ekki svo löngu síðan eftir þú tókst við því embætti. Við erum að sjá vextina lækka, verðbólgan á leiðinni niður. Þið voruð að skila frá okkur fjárlögum og öðruvísi sem ég áður bráð, það verður engin átök í þinginu afgreiðsluna. En Seðlabankinn hafði hort á fjárlögin þegar þið ætla að skila 41 milljarði í halla á næsta ári. Núna stefnir að hann verði verði 60-70% hærri en menn byggust við að minnstakosti, jafnvel meira. Þið segið í yfirlýsingu, aðhaldsstig fjárlaga nú samt sem á það sama. 70 milljarða halli er 70 milljarðar í aukna skuldir á næsta ári miðað við árið í ár. Er ekki líklegt að Seðlabankinn klóri sér í kollinum og hafi áhyggjur af þessu, að þið náið ekki betri tökum á ríkisrekstrinum? Nei, það er akkurat við erum með sama aðhaldsstig, þetta er sama stefnan, sama efnahagsstefnan. Það er einfaldlega afleiðingin af því að við erum að lenda hraðar. Við erum að sækjast eftir þessari mjúku lendingu og okkur að takast það fáum Vesturlanda að lenda hagkerfinu eftir mikla þenslu og geta farið mjög hratt upp. Þetta verður næstu eins og snertilending, sem að tala eitthvað flugmál sem ég kannski nú ekki bestur í. Hættir út á Hálabraut. Hálabraut, en þetta er næstu því eins. Og Seðlabankinn einmitt lækkaði vexti, var það ekki bara í gær, 50 púnta, vegna þess að þrátt fyrir að útreikningarnir segir bara vegna þess að tekjur á næstunni, því að hagvöxturinn er farið niður, það er cirka 0 hagvöxtur í landinu í dag, 8,5% stýrivextir, 5-6% raunvextir. Það er algjörlega nóg til þess að ná verðbólgunni niður og hún mun halda áfram að fara niður. Hún verður komin niður í 3,5% kannski bara strax í apríl. En ef aðhaldsstigið er svona gott, af hverju lækkar ekki Seðlabankinn vextina meira? Þeir eru greinilega skíthræddir við það og maður sér það í tilkynningunni frá þeim að þeir segja að það eru ennþá ekki teikn á lofti að það séu vandkvæði á að fínstilla hagkerfið. Já, þeir sögðu og kannski gengur nú held ég lengra en held ég flest heimili upplifa. Þeir sögðu bara að sparnaður heimilanna veri gríðarlega mikill og eiginlega voru þeir að segja að hættan væri svo að sparnaðurinn á heimilunum myndi brjótast út í einkaneyslu og mikilli. Einkaneyslan verður hins vegar hluti af því að hagvöxturinn fer upp mjög hratt á næsta ári. Og þess vegna er ég að tala þessa snertilendingu. Það er sem sagt, staðan er það góð að þegar við náum að lenda og það hefur ekki haft áhrif á atvinnustigið í landinu. Atvinnuleysi er bara sambærilegt og var í
í október í fyrra og nóvember í fyrra að því virðist. Þannig að, og störfum hefur haldið áfram að fjölga. Þannig að við munum fara mjög hratt upp úr þessu. Hagvöxtur á næsta ári verður þar af leiðandi umtalsvert meiri og með þeim hætti, með því að stækka kökuna, þá munum við greiða niður þessar skuldir. Þannig að það ekki áhugjefni, þetta útreiknuð stærð en niðurstaðan meira og minna í samræmi við framlögð fjárlög. Og það þið átt að lofa því að það verði farið að borga niður skuldir og þið segir reyndar í yfirlýsingu sem að mér finnst ansið bara aftur að segja að skuldir að lækka. En þær eru að lækka hlutfarslega af öðrum reiknuðum stærðum. Þær eru þetta alltaf að gera. En þær eru að aukast í milljörðum talið. Já, tekjur eru þetta líka að aukast líka í milljörðum talið. Það eru tekjur sem verið að taka fólki og fyrirtækjum. Það eru hlutföllin sem skipta öllu máli í þessu. Það? Það eru þau sem skipta öllu máli. En býtu nú við. Það eru þau sem við berum okkur saman. Þið borgið prósentu vexti af ykkar lántökum út frá krónutölunni eða dollarunum eða evrónum sem þið skuldið en ekki út frá hlutfallinu. Þannig að þið skuldið 70 milljörðum meira í lok næsta árs heldur en þið gerðu núna í ár. Þá hækka vaxtagjöldin nema vextirnir fari verulega niður. Já, og vextirnir eru að fara verulega niður og tekjurnar eru að vaxa og þær munu vaxa meira vegna þess að aðhaldsstigið sem við sýndum fram á í fjármálaáætluninni mun koma okkur í jafnvægi. Við erum orðin það bjartsýn vegna þess að það virðist ganga það vel fram á við að við treystum okkur til þess að ná ríkissjóði í jafnvægi strax á árinu 2026. En hefðu þið ekki átt að sýna bara meiri metnað og halda ykkur við 41 milljarð eða ég vil bara segja, við hljótum nú á þessu kjörtímabili að geta komið þessu jafnvægi? Sko með þessum hætti sem þarna gert og þetta eru minnstu breytingar við aðra umræðu fjárlaga ég held bara í manna minnum. Menn eru bara í sjokki? Nei, þetta tókst. Þetta sýndi og ég er bara stoltur af þinginu að hafa getað gert þetta. Það var þetta bara mikið samtal og samráð við okkur upp í fjármálaráðuneyti að þetta tókst. Og afleiðingin er þessi að við erum komin þarna með stöðu sem að styður áfram við áframhaldandi lækkun vaxta og verðbólgu og vaxta. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Ef við hefðum farið grimmar, og þetta er sama umræðan við tókum hérna held í byrjun september, ef við hefðum farið grimmar niður, skorið niður, þá hefði til dæmis þingið ekki núna verið sátt við það. Við værum búin að setja nægjanlega fjármuni til þess að velferðarkerfið okkar, heilbrigðiskerfið, menntakerfið geti dafnað á næsta ári. Og við höfum heldur ekki takmarkað með því að ganga fram með einhverjum skattahækkunum eða einhverjum kröfum á atvinnulífið sem gera það verkum að fólk þyrfti að fara að missa vinnuna. Við erum að reyna að ná þessu í jafnvægi og það er það sem að ég held að sé mikilvægast og ég er ekki viss að fólk vilji breytingar frá því þó að það sé að kalla á breytingar. En skattamálin, ég meina, flokkarnir tala mjög þvers og kruss það. Ef að þið farið í stjórnarmyndunarviðræður til hægri eða vinstri sem að þið hafið sögulega og almennt verið reiðbúin til, þá mætið annarkvort flokkum sem eru alfarið á móti að hækka skatta og hins vegar eru það flokkar sem eru opnir fyrir því að breyta skattkerfinu jafnvel með drastískum hætti. Og þið horfið aðeins meira til vinstri þessa dagana heldur en til hægri, þið hafið eiginlega bara gefið það út. Við segjum bara einfallega að við viljum ekki hverfa frá þessari stefnu að ná að lækka verðbólguna og vextina, standa vörð kerfin okkar, þannig að þau getum haldið áfram að byggja þau upp og það er alveg rétt sem hún segir og miðað við skoðanakannarnar og það sem þetta ákall breytingar, þá tók ég mitt eftir því að hjá viðskiptaráði, þeir voru með 60 spurningar sem afhjúpuðu svolítið. Að til að mynda svo hægri stjórn sem að mér sýndist geta komist upp úr könnun Maskínu held ég að verið, að þar séu sko Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Viðreisn sem er hægri flokkur, sem þykist vera miðflokkur, vera að koma með 35 þingmenn. Og hvað ætli þessi flokkar að gera? Ég bara tók skjalið frá kosninga áttavita viðskiptaraðstoð, þú verður að sé þetta. Já. Þetta er alveg áhugavert, það sem þeir kalla eitthvað, en er hægri stefna, það er Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn, hér er Viðreisn, hægra megin, við þá svo línu. Já, svona, jafn mikið og þeir eru vinstra meginu það ekki? Nei, miklu meira. Aðeins meira? Miklu meira, en aðalega mjög neðarlega, þannig að það er ekki vitað því að hér er stefnufesta. Hver er í miðunni? Það er bara einn flokkur. Það er Framsóknarflokkurinn. Framsókn er eini miðjuflokkurinn, þannig að staðan er þessi, þarna eru flokkar, Stefán Einar. En ekki mikið stefnu. Þarna eru flokkar sem eru tilbúinir að selja bankana, báða.
Þú til ég að selja annað þeirra? Já, svara ekki hérna af því það er skynsamlegt til þess að lækka skuldir ríkissjóðs einhverja 90 til 100 milljarða. Einn flokkurinn ætlar að gefa hérna öllum landsmönnum þessa fjármuni. Sjálfstæðisflokkurinn opnaði nú á þann möguleika á kjörtímabilinu. Mótmæltirðu þeirri hugmynd á þeim tíma? Ég þurfti þess ekki því að hún var bara sett fram held ég til þess að svona gleðja einhverja út í baklandinu en hún kom aldrei inn á borð sem tillaga. Vegna þess að hún er ekki skynsöm. Við vorum að vinna í allt aðra átt. En er ekki skynsamlegt líka þá að losa 100 milljarða í Landsbankanum? Nei, það er ekki skynsamlegt en við getum, og það er auðvitað í núverandi hérna, heimildum og stefnum að það getur verið hægt að minnka hlutin en það er mjög mikilvægt að okkar mati í Framsókn að við höldum svona takti hérna, bara, það sé í raun og ríkisbanki. Alveg eins og menn fóru varfærnislega á Norðurlöndunum þegar voru að fara út úr sínum bankarunum. Við erum bara að gera þetta nokkrum áratugum síðar. Mætti fara niður í 51% í Landsbankanum? Við höfum ekki verið tilbúin að fara svo neðarlega en það er eitthvað samtal sem þarf að eiga sér stað en við erum ekki tilbúin að selja Landsbankan. Við erum ekki tilbúin að selja Landsvirkjun. Það eru meira að segja flokkar þarna á hægri vagnum sem hafa verið í að því. Hvaða flokkar eru það? Ég get sýnt það á sem fína viðskipta hérna. Þú kemur vel undir búin hérna, þetta alveg til fyrirmyndar. Ég ákvað að skoða þetta selja til hlut í Landsbankanum, Miðflokkurinn svarar engu, Sjálfstæðisflokkurinn er ekki alveg mótfallið í. Nei, hann er appelsínugulur. Já, hann er ekki alveg mótfallið í. Þeir hafa eitthvað opnað á lífeyrissjóðinu þegar ekki. Þeir eru þarna að opna á eitthvað. Já. Ég er að segja, þarna eru hægri flokka og svo var nú einn flokkur sem ætlaði að skera niður 20-30% sem reyndar ekki leiðin í ríkisstjórn og sennilega ekki inn á þing. Þetta er valkosturinn. Ef menn ætla að fara að búa til miðju hægri stjórn, þá verður hún ekki búin til án eina flokksins sem er á miðjunni, sem er Framsóknarflokkurinn. Og til þess að Framsóknarflokkurinn getur komið í veg fyrir það að menn fari í þessa vitleysu. Og ég vil bara spyrja, eru landsmenn tilbúnir að treysta þessum flokkum fyrir að selja ríkiseignir? Landsbankinn og Landsvirkjun eru að skila svona tæplega 40 milljörðum í arð á ári. Það er svona svipað og öll útgjöld til framhaldsskólastigsins eða öll útgjöld til vegagerðar. Landsvirkjun er líka metin á það byrð 1000 milljarð. Já, en ég segi bara, ef þú ætlar að selja mjólkurkúna, þá færðu ekki þessa 40 milljarða og þá þarftu að finna einhver aðra fjármuni til að standa undir útgjöldum sem eru jafn há og til framhaldsskóla. Hvað er þetta að borga í vexti af lánum ríkissjóðs á næsta ári? Við erum að borga 80. Nei. Við erum að borga 80, reiknaðastærðir eru 40, þetta eru 120 allt í allt. Þetta eru 120 milljarðar. Já, en það eru 40 reiknastærð, það eru 80 sem koma til greiðslu. Það er þá þrefalt framhaldsskólastigið. Það er svakalega hátt og var annað af 2 verkefni sem ég fór í, vegna þess að ég vildi gera breytingar þegar ég kom inn í fjármálaráðuneytið. Og önnur breytingin er svo, hvernig getum við unnið á því að lækka þennan fjármagnskostnað ríkisins? Af hverju býr ríkið alveg eins og íslensk heimili og fyrirtæki við of háa vexti? Og hluti af þeirri sögu er að okkur hefur ekki gengið nægilega vel að segja frá þessu öfluga efnahagslífi sem er á Íslandi. Bara á nokkrum árum erum við, á þessum árum þessar ríkisstjórnar, höfum farið úr því að vera með 3 stoðir undir efnahagnum, þar sem að ferðaþjónustan var komin í 42% útflutningsverðmætum 2018, sjávarútvegurinn var með 19, álið 18 eða orkan og síðan eitthvað annað var 10. Bara 5 árum síðar, 23. Þá voru jafnmargir ferðamann á Íslandi og þeir eittu meiri, en þá varstu komið með útflutningsverðmæti ferðaþjónustunar sem hlutfall niður í 30%. Og laxeldi komið og annað, ég þekki þetta. En þá var áfram sjávarútvegurinn á svipuðum það. Álið hefur gefið örlítið eftir 1%, sjávarútvegurinn stendur alltaf fyrir sínu. En þá var aðri hlutir komin í 16, það eru þeir sem eru að vaxa. Það er iðnaðurinn, það eru skapandi greinar, það er fiskeldið. Og bara þessar 9 stoðir sem bara á 5 árum hafa gjörbreytt landinu. En lánveitendur sem að þú ert að tala til, þeir hafa enga ástæðu til þess að treysta mönnum sem kunni ekki að reikna. Jú, en þeir horfa á þetta. Þeir horfa á það að fjármálaráðuneytið og Hagstofan kunni ekki að reikna. Þeir horfa á þetta. Engar áætlanir standa sig. Þeir horfa á þetta og síðasta samtal sem var í sumar, þegar við vorum að gera þetta á þessum nótum, endaði með því að eitt af lánshæfismatsfyrirtækjunum hækkaði okkur. Og við búumst við að við getum hækkað áfram, sem hjálpar okkur að lækka vextina, en við þurfum að gera fleira. Við þurfum að gera fleira. Að læra að reikna. Við þurfum, já. Þið verðlunið alla embættismennin í fjármálaráðuneytinu sem ekki kunna reikna þeir sitja þá annarkotinn í Seðlabankann eða utanríkisþjónustuna. Það eru verðlunir sem að menn fá fyrir að misreikna alla tölur. Ég held að við getum verið sammála það, Stefán Unnar, að við eigum að vera betri í að fara með gögn. Við söfnum fullt af gögnum, en við erum ekki góð í að koma þeim einhvern veginn rétt á framfæri. Svo er stofnunin sem safnar gögnunum.
að hún kann ekki að telja heldur. Já, við settum líka það. Menn veit ekki hvað búa margir á Íslandi. Það var ein breytingin sem við gerðum núna í sumar að setja hérna svona meiri kraft undir hana, kannski að búa til svona að Hagstofan breytist svona meira í vísi af þjóðhagsstofnun sem að margir sakna. En Hagstofuna vantaði ekki peninga. Nei. Það voru 109 starfsmenn að reikna og reiknuðu vitlaust. Heldur það skánaðir verða 200? Nei, en ég held að það geti skánað ef við svona bætum verklagið og þetta sé ekki einhvern veginn út allt. Og það er það sem við settum í gangi í sumar. Þannig að ég vil bara segja, hér eru möguleikar, miðað við skoðanakannanar, að hér sé að koma hrein hægri stjórn sem sé að fara að selja eignir ríkissjóðs. Þetta er hræðsluáróður. Já, það getur verið þessi hræðsluáróður. En ég bara að segja, þetta er ein leiðin. En þetta leggja til miðhægri stjórn? Ég bara að segja, ef menn vilja miðhægri stjórn. Vilt þú miðhægri stjórn? Það er einn valkostur. Þá þarf að kjósa Framsókn. Hinn valkosturinn væri stjórn frá miðjunni til vinstri. Því ég heyri Viðreisn að segja að það er búið til hérna miðjustjórn. En hvar er Viðreisn? Hún er hægri flokkur. En byrju, skattamálin. Skattamálin? Viltu hækka skatt? Ertu opið fyrir því? Nei, við höfum bara sagt, ekki bara af því við erum miðjuflokkur, heldur við segjum bara við núverandi aðstæður, ætlum við hvorki að hækka en ég lækka skatta, annað en matarskattin. Þegar við erum búin að ná hérna jafnvægi. Viltu taka staðgreiðsluna af lífeyrissjóðnum eins og Inga Sæland leggur til? 90 milljarðar kvissbang búm? Ég hefði annars vegar áhyggjur af því að við værum að taka tekjur af börnunum okkar og barnabörnunum með þeim hætti. Þannig ég held að það sé ekki skynsamleg aðgerð, einfallega vegna þess að við eigum ekki taka allt til okkar í dag. Við eigum að hugsa framtíðina. En við getum líka með þessu lækka skuldir og farið í innviðaframkvæmdir. Við getum það, en við getum það á eigin vélarafli og ég er sammála því. Það er það sem við eigum að skoða. Við eigum að byggja þetta sem mest upp komandi kynslóðum til hagsbóta. Þú ert að koma úr innviðaráðuneytinu. Ég ætla að fara þessi yfir samgöngumálinu. Þau brenna á fólki í öllum kjördæmi. Ég verði í norðvestu kjördæmi, norðaustu kjördæmi, suður kjördæmi, undanförnu og fólk er með mikinn hugan við þetta. Þið hafið verið í miklum framkvæmdum. Það hefur sannarlega mikið gengið undan ríkinu hvað það varðar. En það eru líka mörg verkefni sem að hafa gengið dálítið afturfótunum. Þið settuð í sérstök lög ramma utanum 6 sérstök samvinnuverkefni. Þess að það ætla að fá einkaaðila borðinu til þess að fjármagna stór verkefni. Það hefur allt farið í klessu. Ég myndi ekki segja það. Það hefur gengið hægar heldur en ég hefði vonað til. Það hefur ekkert gengið. Jú, Ölfusárbrúin er komin á stað. En það er enginn komin inn í það með ykkur? Jú, verktakinn sem sagt hannar, framkvæmir og fjármagnar á framkvæmda tíma. En það er ekki búið að ganga frá því endanlega? Jú, það er búið að ganga frá því. Er það? Ég staðfesti slíkan samning í gær við verktakann og Já, ok, það er þá nýskið. Og bara skóflustungan tekin á bökkum Ölfusár. Já, við sáum skóflustunguna, það tekur engin mark á slíku. En það var gengið frá staðfestingunni, sem sagt. Ok. Því að fjárlögin heimiluðu mér að ganga frá þessum samningi og hann er komin í gang. Þannig að það er búið að tryggja þetta verkefni. Stóra verkefnið sem Hornafjarðarfljótið allar er næst í. Það ætla ég að fara næst í vegna þess að Vestfirðingar, þeir eru algjörlega brjálaðir yfir því að Dynjandisheiðin og Þverumfjarðarna. Nei, þeir segja... Þetta kom mér á óvart, ég sá grein eftir vin minn Einar K. Guðmundsson sem er bara virtur, reyndur maður, að hann skildi að hoppa á þennan vagn. En byrju Bjarni Jónsson sem hefur verið yfir nefndinni í þinginu, hann sagði bara í sumar, heyrðu, peningunum hefur öllum verið skóplað í Hornafjarðarfljótið sem átt að fjármagna með þessu samvinnuverkefni. Við höfum ekki peninga, Vegagerðin hefur ekki peninga til þess að klára þetta. Já, þetta er vægarsagt orðum aukið. Af hverju var þá ekki farið í Dynjandisheiðina í sumar? Af hverju var hún ekki kláruð? Hún verður boðin út núna. Þið ætluðu að klára hann í sumar? Nei, það átti ekki að klára hann í sumar. Það er einn áfangi eftir og annar áfangin var að klárast bara núna í haust. Og það hefði verið fínt að geta boðið hann út og nú verður hann boðin út. Og það sama gildir hérna Suðurfirðina. Það voru ekki peningar, Vegagerðin hefur bara sagt, það hafa ekki verið peningar í þetta því það fór allt í Hornafjarðarfljótið. Það fór ekki allt í Hornafjarðarfljótið. Það eru öll verkefni Vegagerðin eins og margt annað á Íslandi 40-50% dýrara vegna verðbólgu, vegna COVID og vegna stríðsins í Úkraínu. Öll verkefni. Þar á meðal hérna Hornafjarðarfljót. Það er að klárast væntanlega á næsta ári. Þegar það er búið, þá verður innheimt gjaldtaka þar með sambærilegum hætti og af Ölfusárbrúnni og sá hluti sem var lagður þar fram, sem hugmyndafræðin var, mun síðan greiðast tilbaka inn í samgönguáætlun og verða þá andlag framkvæmda á næstu árum. Hefurðu trú á því að þessi verkefni muni verða í meira mæli í þessu PPP-kerfi? Að einhverju leyti, þingið heimilaði þessi 6 verkefni
Sundabraut sem verður boðin út á næsta ári og búin að vera mikil vinna að undirbúa. Hver mun hanna hann? Það verður alútboð, alveg klart. Þannig að það verður ekki verkfræðideild Vegagerðarinnar? Það verður bara alútboð og það eins með Ölfusárbrúna, hönnunin núna hjá verktakann. En menn sögðu einmitt að þetta hefði allt farið í vaskinn upphaflega vegna þess að þið voru með aðrar fyrirætlanir. Þið ætluðu að blanda Vegagerðinni og þeirri ídurvöxnu verkfræðideild sem að þar starfar meira en í málið. Nei, alls ekki. Það í samvinnulögunum getur að fara mismunandi leiðir. Sum verkin bara mjög lítil fyrir PPP. Hornafjarðarfljót sennilega bara of lítið, það var líka of langt í burtu, það var allir hræddir, það var ekki á höfuðborgarsvæðinu. Ölfusárbrúin öðruvísi og það var ég bara gríðarlega ánægður að stjórnkerfið hafi ráðið við að setja það á aftur. Við byggðum Hvalfjarðargöngin með þessum hætti. Já, svo tókst þú af veggjöldin, það voru mistök að gera það. Nei, og ég ætla að segja þér af hverju. Halldór Blöndal lofaði því að þegar þetta væri búið, þetta verkefni, og göngin komin til ríkisins, þá þið hætt að innheimta. Þó að ég sé ekki Halldór Blöndal, þá finnst mér mikilvægt að stjórnmálamenn standi við gefin loforð, líka annara stjórnmálamanna. Þannig að ég hætti þeirri gjaldtöku, en ég sagði það líka, held ég bara þann daginn, það getur vel verið að við þurfum að hefja gjaldtöku aftur, en það verður á öðrum forsendum. Bíddu nú við, ef að ráðherra Framsóknarflokksins myndi lofa skattahækkun á næsta ári? Það allt annað. Þetta snýst það... Göngin voru opnuð 1998. Það allt annað. Þetta snýst það á sama hátt núna að þegar Ölfusárbrúin verður búin 28, þá mun hefjast gjaldtaka á henni. Og gjaldtakan mun standa að öllu leyti og ég ætla að segja það í þættinum hjá þér af því að það hefur verið umdeilt hvort að það sé 100%. Ríkisábyrgðardeild eða ríkisábyrgðarsjóður sem hjá Seðlabankanum var með efasemdir að umferðarspáin myndi standa, sniðgangan yrði hærri, að vextir yrði hærri og þá gæti það komið til að einhver 10% af heildargjöldunum myndi ekki verða greidd með gjaldtöku. Ég ætla að segja það hér. Brúin verður greidd tilbaka með gjaldtöku að öllu leyti. Það mun ekki koma til peningar úr ríkissjóði. Þegar það verkefni búið og þá fer brúin bara til þjóðarinnar sem... Þetta þarf að vísa í heildarverkefni 18 milljarða? Já, allt saman. Brúin sjálf kostar þetta bara 8,4. Já. En hvað verður þá gjaldið við brúna? Fyrir þá sem keyra oftast yfir það svona ígildi einnar kókflösku eða tæplega... Nei, lítillar, tæplega kaffibolli. Þannig að þú getur valið að ef þú vilt bara eyða, ef þú kaupir vanur að kaupa þér kaffið þú fer til Reykjavíkur eða Austur og Selfoss. En við borgarbörnum, hvað munum við borga þegar við skellum okkur? Þeir sem fara sjaldnar, ég held að hugmyndafræðin sé svona cirka tvöfald það, svona 500-600 krónur. Þetta er ekki byrjun að ketti. Af hverju tvöfaldið þetta ekki? Þetta er lítið, en þetta er vegna þess að viðhalda greiðsluviljanum og þetta dugar til að standa undir þessu. Þetta er svona, en útfærslan muni auðvitað verða skýrari þegar við komum þarna nær, en mér sýnist að þeir sem að keyra oftast yfir, eða oft, þeir munu greiða svona ígildi einnar kókflösku. Og þá finnst mér mikilvægt að það detti ekki einhverju stjórnmálamanni, jafnvel úr mínu flokki eða öðrum flokki í hug, að halda áfram gjaldtöku þegar það búið að borga brúna. Já, ekki sjálfsagt að nýta fjármunina? Sjáðu eins og Hvalfjarðargöngin, það er löngu komið þörf á það að tvöfalda göngin. Hefði ekki verið skynsamlegt, meðal annars út af öllu ferðamannastraumnum og öðru, að halda áfram að taka gjald af þeim sem fara þessi göng til þess að fjármagna næsta fasa sem þið hafið ekki efni á núna. Ef þú vilt viðhalda greiðsluvilja fólks og löngun til þess að greiða fyrir, þá skiptir máli að framkvæmdin sé búin og það skiptir líka máli að það sem að stjórnmálamenn segja og lofa þjóðinni að það standi. Ég get bara trúið því ekki að þú ætlar að skuldbinda þig til þess að standa við lofað annara manna og annara flokka og annari öðru árþúsundi. Ekki hvað sem er, en hér er bara tiltekið verkefni sem er sko algjör forsenda fyrir því að það sé greiðsluvilji, að þú getur treyst í. Greiðsluvilji birtist bara í því að fólk nennir ekki að keyra Hvalfjörðinn eða... Að peningarnir sem að þú greiðir fyrir eitthvað fari í það, þannig að það að fara beint í að greiða viðkomandi framkvæmd eða þá að þegar við verðum komin með kílómetragjald að það sé tryggt að þeir fjármunir fari í uppbyggingu vegakerfisins. Það eru almannahagsmunirnir. Þið hafið ekki náð að ganga almennilega frá samgönguáætlun. Það er mikið áhyggjuefni. Og við erum hins vegar alveg safe næsta ár. Við erum ekki með fjárlögin.
Dýrafjarðargöngin kláruðust 2020, það ekki rétt hjá mér? Það engin jarðgöng í gangi núna, þó að það séu handa við hornið. En á sama tíma farið þið og undirritið risastóran, stærsta sáttmála sögunar borgarlínu og það dót allt saman, fyrst upp á 120 milljarða, svo 160, nú 311. Það verkefni mun enda í 500-600 milljörðum þegar upp staðið. Það getur vel verið að endi eitthvað hærra, en það mun líka taka lengri tíma og það mun þá líka þýða það að þú ert komið miklu stærri og mikilvægari verkefni sem að menn velja að setja inn í þetta. Það getur vel verið. En finnst þér þetta rétt forgangsröðun þegar við erum með allt í höng eins og fyrir vestan þar sem verðmætasköpunin að fara að rúta hér öllu til, komið veg fyrir einkabílinn geti farið eftir Fríkirkjuveginum og hvaðina til þess að koma léttvögnum á milli staða, léttvögnum sem að mjög lítill hluti borgarbúa með nokkur sem við nota. Ég held að þetta verður nú fyrst og fremst bara strætóar og svo þetta sérreinar og ef hingað á næstu 10, 15, 20 árum koma sjálfkeyrandi bílar, þá ertu búin að búa til kerfi fyrir þá, þannig að ég held að þessi fjárfesting sé góð. En stóra myndin þessi, Stefán Arnar, ástæðan fyrir því að þeir farið í höfuðborgarsáttmálann og ástæðan svo sama og við þurfum að gera svona jarðgangaáætlun sem lá fyrir í samgönguáætlun sem ekki var samþykkt og kemur örugglega aftur. Það sem búið að setja 15-16 jarðgöng sem við ætlum að klára á 30-35 árum, kostar 200-300 milljarða. Og eina leiðin til þess að gera það til dæmis að taka kannski 10 milljarða af sölunni af Íslandsbanka, svo ég bara tengi það, setja það inn í eigið fé, taka síðan lán, hefja framkvæmdir, geta verið kannski með jafnvel 3 jarðgöng í gangi í einu, langtíma lán sem við síðan greiðum tilbaka með notkunargjöldum. Það eina leiðin til þess að við getum farið í allar þessar framkvæmdir. Höfuðborgarsáttmálinn, hann til þess að samgönguáætlun sem bara vegakerfið út allt land, þar með talið á Vestfjörðum, fái peninga í samkeppni við það að 2/3 íbúana búa hér og sífellt fleiri þingmenn, að vera að færa einn af norðvestri til suðvesturs í þessu, að þá væri það eiginlega ljóst að til lengri framtíðar, þá því samkeppnin sem landsbyggðin hefði, gagnvart þessari gríðarlegu uppbyggingu á samgöngu þörf hér á höfuðborgarsvæðinu, hún yrði undir og við myndum ekki geta byggt þetta upp í gegnum samgönguáætlun og ríkissjóð. Þess vegna fór ég í þessi 3 verkefni. Höfuðborgarsáttmálann, þar sem að höfuðborgarbúar munu þurfa að greiða hluta af gjöldunum og við fáum líka tekjur af þróunarlandinu upp á Keldum og Keldnaholti. Jarðgangaáætlun, þar sem við hugsum eins og við gerðum með Hvalfjarðargöngunum og Færeyingar hafa síðan mestrað og við ætlum bara að taka þeirra hugmynd og fara með til okkar. Og í þriðja lagi samvinnuverkefni sem flýtiframkvæmd eins og Ölfusárbrú, sem gildir það sama. Með þessum hætti þá getum við á einhverju tilteknu árabili, 15 árum, 20 árum, 30 árum og allt á næstu árum byggt upp hluti sem annars tækja okkur 100-150 ár að gera. Annað atriði sem skiptir máli í tengslu við landsbyggð og höfuðborgarsvæðið flugvöllurinn í Vatnsmýri. Það hefur aldrei verið sótt að þessu mannvirki, samgöngumannvirki með öðrum eins hætti og jafn ófyrirleitnum eins og núna. Það ekki hægt að lækka trén í Öskjuhlíðinni til að tryggja flugöryggi fólk sem að fer nú þegar. Það verið að byggja upp í nýja Skerjafirði, það verið að auka byggingamagnið á Vatnsmýrinni, það búið að taka eina brautin úr notkun og þessi staða að teiknast upp með enn meiri þrengingu gagnvart flugvellinum og ég tek eftir því að í sæti borgarstjóra situr Framsóknarmaður og í innviðaráðuneytinu situr Framsóknarmaður. Hvað á þetta að þýða? Ég ætla bara að segja að þetta alrangt hjá þér að aldrei hafi verið sótt jafn grimmilega þessu. Það var hér fyrir nokkrum árum, til dæmis þegar Hlíðarendahverfið kom fyrst, þá var það alveg nýjung að byggja svona ofan í. Þegar innanríkisráðherrann úr Sjálfstæðisflokknum ákvað að selja borginni ákveðið land, þá held ég að það hefði verið svona stærra högg. Það sem að ég hef gert og núna í góðu samstarfi við nýjan borgarstjóra og núna ég orðin innviðaráðherra aftur svona í nokkra vikur allavega, að þá höfum við bara einfallega sest yfir það og sagt, heyrðu, hér þarf Ísavía, samgöngustofa og borgin að setjast niður. Ef það þarf að fækka trjám og lækka tré, þá þarf að gera það. En byrju, þeir eru búin að biðja það núna í meiri en ár. Þeir eru búin að segja að það ógnar flugöryggið, vélarnar eru farnar að sleikja trjátoppana og borgin segir bara up yours. Nei, það rangt. Ég var bara á fundi í innviðaráðuneytinu bara í gær eða fyrradag og fá þar upplýsingar að það samtal komið á þann stað sem ég held að væri á þegar ég fór þaðan síðastliðið vor. Það að segja að menn myndu bara að segja hvað það sem þarf að gera til þess að tryggja flugöryggi.
Það sama gildir nýju byggðina í Skerjafirði. Þar mun borgin aðlaga byggingarmagnið og hæðar að því til þess að tryggja það í samræmi við þá skýrslu. Þú veist vel, Sigurður, að það er verið að þrengja að velli. Það hefur búið að gera það mjög lengi, Nú er það að gerast á ykkar vakt mjög bara hratt. skýli Landhelgisgæslunnar sem var byggt inn á vellinum þrengir að. Við ætlum að byggja flugstöð. Já, en það skýli nú til þess að ég veit það. til þess að verja flugförin. Við ætlum að byggja flugstöð. Allt þetta hefur einhver áhrif. En ef þú takmarkar þau eins mikið og hægt þá ertu að vinna með fólki. Þú ert þá ekki að útiloka neitt. Þú ert að tryggja flugöryggi vallarins. Ég er ekki vissum að flugsamfélagið sé alveg sammála þessu. Það er svona meira og minna sammála þessu, sérstaklega maður getur sest niður með þeim og útskýrt nákvæmlega í hverju það felst. Heyrðu. Þegar við náum örugglega ekki í dag. Já, það er nú hægt að leysa ótrúlustu hluti hér skal ég segja það. Í því skyni langar til að færa talið að útlendingamálum og ég ætla að spila hér örlítið vídeóbrot. Já. Það verið augljóst langan tíma hvað sérstaklega Miðflokkurinn og Sigmundur, Sjálfstæðisflokkurinn með Bjarna, Flokkur fólksins með Ingu og meira segja Samfylkingin með Kristrúnu eru hörð í útlendingamálum og við heyrðum það í kvöld. Og ég segi bara, eigum við bara að láta eins og svokölluð útlendingamál sé eitthvað stórkostlegt vandamál á Íslandi. Eitthvað stórkostlegt. Þegar að kostnaðurinn við þetta er rúmlega 1% af ríkisfjármálum og fer hratt lækkandi. Er það hvað er endamarkið? Og hvað er vandamálið? Er það vandamálið að fólk talar ekki íslensku? Kennum þeim þá íslensku. Förum í það sem er skynsamlegt. Þetta er úr kappræðum stjórnmálaleiðtogana á Ríkisútvarpinu frá 1. nóvember. Ég man eftir þessu. Já, þú manst eftir þessu. Þú veist hvað þetta fór fram. Hvað er það að fara í þessum efnu? Ég skal segja það. Við vorum búin að, við í Framsókn erum búin að vera í þessu ríkisstjórn í þessum málum. Að reyna að miðla málum milli mjög ólíkra flokka og sjónarmiða. Það tókst í janúar á þessu ári. Og við komum út í febrúar samstillt ríkisstjórn með áætlun í mörgum liðum þar sem meðal annars átt að vera 3 lagabreytingar og alls konar verklagsbreytingar. Það tókst að klára fyrstu lagabreytinguna á þinginu. Áhrifin af henni og þeim verklagsbreytingum sem við gerðum það að verkum að stjórnleysi ársins 22 og 3 í þessum málaflokki, þar sem að kostnaðurinn var komin upp í 25 milljarða. 2% af útgjöldum. 25 milljarða, 23. 2% ríkisútgjöld. Og hefði í janúar stemt í 28 milljarða á þessu ári, enda í 18 á þessu ári. En er það ekki stórkostlegt vandamál? Býtu. Á næsta ári var búið í fjárlögum að setja 16. Við gátum núna við aðra umræðu fjárlaga lækka það niður í 14. Í fjármálaáætluninni erum við að stefna með það niður í einhverja 6-7 milljarða. Þetta eru 14 milljarða. Þið getur ekki einu svona rekið Landhelgisgæsluna. Það var ekki hægt að byggja björgunarmiðstöð sem var sett hér áætlun. Ég er að segja þér, það var stjórnleysi. Þetta er ennþá stjórnleysi. 14 milljarðar, 6 milljarðar. Þú ert búinn að ná tökum á málinu. Nei. Og kostnaðurinn fer hratt lækkandi. 2014 var kostnaðurinn 500 milljarðar. Og ég var bara að segja, akkurat í þessum þætti, þá endaði þetta nú þannig að ég var síðastur í röðinni og það voru allir búin að grauta í þessum útlendingamálum og rugla öllu saman. Við erum með 70.000 íbúa hér á landi af erlendum uppruna sem halda uppi velferðarkerfinu, byggingargeiranum, ferðaþjónustunni og fleiri atvinnugreinar. En það er enginn að tala það fólk niður. Það er ekki fólki sem að kostar 28 milljarða. Í þessum þætti var fjallað það. Ef hér er verið að tala og það var líka það sem ég hefði getað nefnt þarna í þessum þætti og við getum kannski gert það núna, ef það er verið að tala þá 5.000 Úkraínumenn sem búa hérna og hafa fengið heimild til að vera hérna án þess að fara í þetta einstaklingsbundna sem að kosta peninga, þeir hafa bara fengið heimildina. Stór hluti þeirra er að störfum hér, er ekki hluti af þessum gríðarlega kostnaði sem að verður að vísi. Nei, þeir eru það ekki, þannig að þeir standa fullkomlega undir bara með beinum sköttum. Ég var að skoða tekjur per þjóðirni, að þá eru bara beinir skattar jafn há og það er greiðslur sem að fara til þess. Þetta er stórkostlegt, 6 milljarðar, 10 milljarðar, hvað það er. Þetta er stjórnlaust kerfi. Nei, það var stjórnlaust. Finnst þér 6 milljarðar á ári ekki stjórnlaust? Mér finnst það há tala, en hún er allavega eitthvað sem við ráðum við. En
25 eða 8 milljarðar í stjórnvöld. En þú gerðir lítið úr þessu og sagði þér, sko, í árið þetta 1% ríkisfjármálum, það eru 15 milljarðar. Já, það er 15. Já. Það er það sem við erum að stefna á. Það eru peningar sem verða ekki teknir í annað, þeir verða ekki teknir í hjúkrunarheimili sem þið getið ekki reist. Þetta eru 2 hjúkrunarheimili. Það er ekki peningaskorti sem hefur stoppað það, vegna þess að við höfum verið með þau fjármögnum meira og minna, það er bara verið það, kerfið okkar hefur bara ekki virkað, sum sveitarfélög hafa, nei það er ekki peningaskorti. Það er peningaskorti þú skilar ríkisfjármálum með 70 milljarðar halla. Já, þar voru sko 14 milljarðar áætlaðar í hjúkrunarheimili, ef ég man rétt, sem við höfum flutt á milli ára. En þú nefnir líka, ég er að velta fyrir mér sko orðræðun þetta í garð þeirra sem að lýsa áhyggjum að þessu. Þú segir, vísar í þessa kollegaðin í þinginu og segir að þetta fór sér hræddara við lítið barn í hjólastól heldur en auðkýfing sem að sé að kaupa upp jarðir austur á fjörðum. Já, það getur vel verið að menn hafa áhyggjur af því, menn hafa áhyggjur af ýmsu. Menn hafa líka áhyggjur af þessum hryðjuverkamönnum sem að virðast vera að leggja leið sína hingað í hópi þessara flóttamanna. Já, þess vegna sagði ég meðal annars í þessum þætti, herðum eftirlitið á landamærum. Við viljum ekki alþjóðalegar glæpaklíkur hér inn í landið. Hvað þá hryðjuverkamenn? En við viljum auðvitað líka að lögin virki og þetta mál sem þú vísar í með drenginn og talar barni í hjólastól, hræðilega aðstæða sem þetta barn í. En allir verkferlar, lögin sem að þið höfðu sett, höfðu virkað í þessu máli. En ríkisstjórnin að lokum, leyfi ég mér að segja, springur á þessu máli og þú stillir þessu barni upp, að þér virðist gegn eiganda Manchester United, ég tek það auðvitað persónulega. Já, við getum örgulega tekið glímu það, verandi Arsenal maður, sko. Ég vissi það. En sko, bara tölum einhvern tiltekinn auðkýfing og nefnum hann ekkert og hvaða félög eða fyrirtæki. Þú nefnir tiltekið barn í þessu sambandi? En hann á 39 jarðir á Íslandi og þó nokkrar veiðiár sem auðlind. Viljum við að þetta haldi áfram? Nei, þetta viljum við ekki. Við settum inn takmarkanir á þessum 7 árum. Finnst þér hann til óþörftar í þessum umsögur sínum? Ég hef bara áhyggjur af því ef það væri 10 svona aðilar á Íslandi, hann á 1,6% á Íslandi, þá væri þeir konur með eign upp á 16% á Íslandi. Það kemur ekki endilega aftur til Íslands. Við værum ekki að tryggja auðlindir í íslenskri eigu eða þágu Íslendinga. En af hverju hafið þið ekki stöðuð þetta? Þið hefur verið í fullkominni aðstöðu til þess? Nei, við vorum ekki í fullkominni aðstöðu. Við gengum eins langt og hægt var. Við vorum í stjórnarsamstarfi við 2 aðra flokka og einn af þeim var ekki tilbúin að ganga lengra. Sem Sjálfstæðisflokkurinn. Sem Sjálfstæðisflokkurinn. Við vildum setja lög hér erlenda rýni á fjárfestingar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur barist svolítið gegn því. Engu að síður ætlaði forsætisráðherra að koma með það mál aftur inn í þing. Við kláruðum ekki síðastliðið vor, það var það samt orðið ágætt. Það var búið að draga svolítið úr því einhverjar tennur, en það var samt betur en ekkert. Öll löndin í kringum okkur í þessu stríðsástandi sem við erum bara til miður að upplifa í heiminum, öll Norðurlöndin og öll Vestur-Evrópa hafa á síðustu árum verið að setja slík lög. Við erum ekki með nein slík lög í landinu. Út af því að það hefur verið fyrirstaða og við höfum ekki ráðið því ein. Þetta finnst mér vera mikilvægara, alvarlegra mál heldur en það sem að þarna var verið að grauta í þessum þætti. Mönnum þótti þessi ræða koma dálítið spánst fyrir sjónir. Þetta hefur ekki verið hluti á orðræðu Framsóknarflokksins fram að þessu tíma. Við höfum ekki verið spurð. Jú, og þessi umræða hefur verið í gangi. Þið voru spurð í tengslu við brottvísun Yazans Tamimi og þegar... Já, hvað sagði ég þar? Já, ég man hvað þú sagði þar, en það er ekki í þeim anda sem að þarna er, það er ekki þessi harka í umræðunni. Mér langar til að spyrja þig út í, vegna þess að ég held að við komumst ekki hjá því. Þetta er 1. nóvember sem að þessi ræða er haldin. Þú lest þetta þarna upp á síma og svona... Ég vildi bara hafa þetta algjörlega allt saman af því að mér fannst þetta skipta máli. Já. Ég var ekki viss ég kem með þessu að. Þetta er sama dag og það birtist viðtal við Vigdísi Häsler sem að þú hefur verið í, ég var að segja, glímu brögðum við í heimildinni. þar sem hún var að rifja upp þetta leiðindamál að búnaðarþingi í mars 2022. Þar sem að þú viðhafðir einhver ummæli sem að ekki voru viðeigandi, þú ert sagður hafa beðist afsökunar á. Ég kemst ekki hjá því að nefna þetta því að mér finnst þessar tímasetningar á þessu viðtali og þessari hangönguðinni forvitnilegar. Er þið ekki einfallega að reyna að drepa málun á dreif þegar þú ert undir ásökun það að hafa haft yfir einhver ummæli sem að varða kynþátt fólks eða hönuslít? Nei, Stefán Einar, sko, í fyrsta lagi þá varð mér á mistök sem að ég sé gríðarlega eftir og bað Vigdísi einlæglega afsökunar. Við kláruðum það mál. Hún segir að þú hafi reynda að blanda þessu inn í sveitarstjórnarkosningar þannig að hún hafi upplifað þannig að þetta hafi verið hluti. Já, mér þykir leitt hún hafi upplifað þannig að þegar þú ert í þinginu þá verður þú auðvitað að svara bestri samvisku og staðan er einfallega svo að þegar þú ert í pólitík og þú gerir einhver mistök, segir eitthvað sem er
ekki heppilegt og eins og þessu tilviki bara klárlega sem ég búin að biðjast einlæglega afsökunar á, að þá alveg séð til þess að rifja það upp reglulega. Ekki síst í tengslum við kosningar og bara eins og við erum að gera hér í dag. Eins og við gerum og bara hluti af þessum pakka. Þannig að þetta hafði ekkert. Það algjör tilviljun að blaðið kemur út þarna mótni og að kvöldi tekur þú þessa ræðu og að þér virðist... Ég ekki góður lesandi heimildarinnar, bara opinbera það hér, þannig að ég fylgist ekki nákvæmlega. Já, lasaður ekki fyrir það. Hún reyndar í þessu viðtali kvartar undan því að hún kemur þarna inn þegar Gunnar Ágústssonar kjöri, það vit að hann sjálfstæðismaður, hún segir að það hefði verið mikill kurr, Gunnar Þorgeirsson fyrirgefðu, að þeir hafi verið, að það hefði verið mjög styrkt á milli Bændasamtakan og Framsóknarflokksins á meðan hann var þarna formaður, menn vita hvað hún stendur í flokki. Síðan þegar að Gunnar tapar formannskjöri að þá hún látin fara, hún rekin frá Bændasamtökunum. Var það hefndaraðgerð af hálfu bændaklíkunar? Það finnst mér nú ólíklegt, sko. Bændasamtökin náttúrulega bara frjáls félagasamtök einhverja þúsundar manna og ef þú ert að ýja því að ég eða Framsóknarflokkurinn hafi átt eitthvað þátt í því þá hef ég sko enga hagsmuni og alveg þvert á móti að vera að blanda mér eða Framsóknarflokknum í eitthvað slíkt. En það eru tengsla milli þín og núverandi formanns Bændasamtakanna? Já, það eru bara mjög mikil tengsla milli mín og Gunnars Þorgeirssonar og það er ekki satt að hérna á meðan hann var formaður hafi ekki verið tengsla. Við áttum mjög oft samtölu hvað væri hérna, hvernig og þeim mál sem kom fyrir. Er það þá ósatt hjá henni? Ég ætla ekki að segja neitt það. En ég ætla bara að segja varðandi hana, þá bara virði ég hana mjög vel sem hérna bæði mannesku og hennar störf. Og ég þekki ekki hvernig hún hefur starfað hjá Bændasamtökunum. Það er algjörlega þeirra mál og það væri enga veginn hvorki í mínum karakter eða minni hagsmunum að vera að skipta mér einhverju af slíku og myndi aldrei gera. Ég nú ekki vissum að menn hafi trú á því að Framsóknarflokkurinn hafi aldrei skipt sér af innanbúða málefni Bændasamtakanna. Við eigum auðvitað samskipti við hérna Bændasamtökin og gerðum það líka þegar Gunnar Þorgeirsson var formaður. Já. Það sjálfsögðu. Heyrðu, nú er rétt rúmlega vika, 7 sólarhringar þar til að kjörstaðirnir opna. Þú ert margareindur í pólitíkinu, þú ert búinn að súpa margan sjóinn í slag við núverandi formaður Miðflokksins og marga aðra. Hvaða vopn hefur þú í höndum til þess að snúa stöðinni þér í vil? Og komið í veg fyrir það að þú bara hreinlega fallir út af þingi? Eins og bara allar heiðvirðar kosningabaráttur snúast það er að tala við fólk. Ég hef verið aðeins núna síðustu dagana. Það hefur gengið fínt. Setja bara hérna þau spil á borðið að það er ástæða. Ég setti mig í annað sæti. Ég skynjaði að það var krafum breytingar. Þú tókst ákvörðun að setja Höllu Hrund Logadóttur algjörlega einn, menn þetta kom mönnum veit ég innan þingflokksins og í forystusveit flokksins algjörlega opna skjöldu. Ég lagði það til við kjörstjórnina í mínu kjördæmi. Og menn hlýttu bara á mínútunni. Að gera þetta svona. Nei, ég átti auðvitað samtöl bæði við hérna kjörstjórnar meðlimi og þá sem voru með mér í hérna frambúði síðast. En aðri forystusveit flokksins og þingflokkunum kom alveg, þau fengu korters fyrirvara á þessu? Já, svona hlutir þegar að hérna, það er skyndilega boðað til kosninga og þú hefur ekki mikinn tíma að þá verður að hérna, bregðast fljótt við. Það er það sem við þurfum að gera næstu 7 daga, við þurfum að bregðast fljótt við. Við þurfum að bregðast við þessu ákalli. Hallur sagði að það hefur nokkrir flokkar haft samband við sig eins og það verður nú bara ýmislegt í boði þar. Hvað sannfærið að Hallur væri með Framsóknar hjartað á réttum stað? Ég hitt hana alltaf ekki verið í loka ágúst, byrjun september og var þá ekki að velta fyrir mér kosningum í haust augljóslega því ég hefði þá ekki hugmynd það að forsætisráðherra myndi henda inn handklæðinu nokkrum vikum síðar. Nei. En var þá að horfa svona meira til framtíðar af því að ég hefði heyrt af því hún hefði áhuga á pólitík. Ég vildi hitta hana, ég vildi líka ræða við hana bara orkumálin með hennar þekkingu. Það var góður fundur og ég upplifði bara það að í henni var sem sagt mjög grænt Framsóknarhjarta sem síðan þá þróaðist á næstu vikum í það að hún kom í framboð fyrir okkur í Suðurkjördæmi og mér fannst það skynsamlegt í ljósi þess að það yrði ekki mikla breytingar á öðrum framboðslistum. Við erum með öflugan þingflokk að störfum sem all flest allavega voru tilbúin að halda áfram
og mér fannst þetta skynsamlegt. En þetta veðmál sem hefur ekki skilaði? Og þetta veðmál sem kemur í ljós 30. nóvember hvort það skilaði og ég enn á því að sá sem í fararbroddi, hann þurfi stundum að leggja sjálfan sig undir og ég ákvað að gera það. Höfuð á stokkinn? Tilbúin að leggja mig undir. Og svo ætla ég að berjast, alveg eins og ég mögulega get næstu 7 daga, að sannfæra fólk að það sem ég hef unnið fyrir kjördæmið og land og þjóð, að ég sé tilbúin að gera það áfram og ef að fólki líkar við það sem að ég og Framsóknarflokkurinn höfum verið að gera og hefur trú á því sem að við kannski fórum nú ekki mikið yfir en hefur nú kannski komið fram á öðrum sviðum, hvað við ætlum að gera næstu 4 árin og þá bara vara ég við því sem þarna að gerast. Það getur hér orðið grimmileg hægri stjórn sem selur eignir ríkissjóðs, sem fer í niðurskurð. Það getur líka orðið hér stjórn þar sem að við förum aftur í Evrópusambandsvitleysluna sem að Samfylkingin og Vinstri grænir hófu og tóku allt stjórnkerfið í 4 ár undir og skilaði okkur ekki nokkrum árangri. Við vitum ekki eins og af hverju það stoppaði. Við vorum ekki tilbúin að slá af kröfum okkar af auðlindunum, sjávarútvegs, landbúnaðar eða orku. Þá erum við tilbúin til þess nú? Erum við tilbúin að minnka fullveldi okkar? Ég held ekki. Þannig að ég hlakka bara til þessara 7-8 daga, samtals 9 daga við þjóðina hvaða breytingar vill fólk sjá og það virkilega að það vilji annarkvort fara lengst til hægri eða inn í Evrópusambandið þar sem stöðnun, þar sem samdráttur, þar sem atvinnuleysi. Þú farð ekki bara evrópska vexti, þú farð evrópsk laun, þú farð evrópskan hagvöxt og þú farð evrópskt atvinnuleysi. Augljósast að bara bera saman Norðurlöndi sem við erum alltaf að bera okkur við. Það eitt land með evru, það Finnland. Þeir eru búin að vera 30 ára að berjast við 8, 9, 10% atvinnuleysi meðal allra og yfir 20% atvinnuleysi hjá ungu fólki. Ég heyri Sigurður Ingi að það ekki seinna vænna að hleypa þér út í baráttuna, það litla sem eftir lifir að henni, gangi vel í baráttunni og við munum örugglega hittast hér til þess að gera þessar kosningar upp og kannski næstu stjórn ef að líka lætur. Takk fyrir það. Takk. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Við erum að sigla hraðbyri inn í kosningavikuna sjálfa. Við verðum með 2 þætti hér á þriðjudag og föstudag til þess að fara yfir málin, kynna síðustu kannanir og annað í þeim dúr og svo á fimmtudaginn þá verðum við með kappræður í beinni útsendingu á mbl.is. Þar munur stjórnmálaleiðtogarnir, meðal annars Sigurður Ingi mæta til okkar. Útsendingin fer í loftið klukkan 2 og við munum gera þetta ólíkt RÚV af því að við viljum hafa þetta skemmtilegt í bland við alvöru. Við ætlum að hafa 5 leiðtoga í hvoru setti til þess að takast á síðustu atkvæðin sem á lausu. Fylgist þið með.